Já, velkomin á Rauðaborðinu, klukkan 4 á föstudegi, þá höfum við það sem við kallum vikuskamt hérna við Rauðaborðið, fáum gott fólk til þess að hjálpa okkur við að fara yfir fréttir vikunar og þannig er það núna. Hér er hjá mér Hallveig Rúnarsdóttir sóbrann. Uppáhaldi mitt að það er næstu bassaleikari þegar ég fæ að kynna það var næstu gott sóbrann. Flott starfsætti. Hérna er líka Gagga Jónsdóttir, kvikmyndagerðarkona. Góðan daginn. Og Þórdís Helgadóttir, rithöfundur. Já, góðan daginn. Og Hlín Agnarsdóttir, rithöfundur og leikstjóri. Góðan daginn. Góðan daginn, við erum velkomnir. Herðu, hvað svona dagur er þetta? Er þetta dagurinn þar sem að Trump fikk ekki friðarverðlaunin? Já, ég meina, ég held að bara heimsbyggðin hafi andað léttar í morgun. Þegar komið ljósa María Corina Machado. Corina Machado. Machado, já. Ég veit ekki. Hún fékk þessi verðlaun og held ég bara átti þau skilið. Hefur staðið þarna fyrir þessari lýðræðisbaráttu í Venesúela, veitir ekki af. Það er dyggri stuðningi Bandaríkjanna, býst þið við? Já, ætli það ekki. Já, ég sá nú eitthvað fara kreik í dag um það hversu mikill lýðræðissinni hún væri yfirleitt. Hún væri hérna með einmitt dyggan stuðning Bandaríkjanna sem vildu stjórnarskipti og helst með illu. Ég er svo gamall að ég er alltaf varúð við það sem Bandaríkjamenn að styðja. Þeir hafa dregið ótrúlega drulludeila til valda. Já. Gennum tíðina. Hann er nú ekki góður sá sem er. Nei. En það er með það sem Bandaríkjamenn segja. Það er betra að okkar skítalappa en hinn. En hún fær friðarverðlaun fyrir það að hún er að reyna að standa fyrir einhverjum lýðræðis umbótum í þessu landi. Og ég meina, já, það getur vel verið að hún sé dyggur stuðningsmaður Trumps, það er nú ansi margir í heiminum, en ég meina varandi þetta með friðarverðlaunin, þá náttúrulega kom það aldrei til greina að hann fengi þessi friðarverðlaun í ár. Það gæti orðið á næsta ári. Hann er búin að stóðslökk og 7 stríðum að einu sögn. Já, en ég meina, tilnefningarna voru það var búið að loka fyrir allar tilnefningar 25. janúar síðastlið, þá var hann og allar komið til valda. Hann var samt að ganga eftir samningarnefndunum að klára þetta fyrir viku lokin, víst, vegna þess að þessi verðlaun eru afhent í dag og hann virðist að sé fyrir sér að hann myndi, ef hann geti náð að semja frið síðasta lagi á 5. degi, þá ætti hann ennþá séns á föstudeginum. Það var nákvæmlega sem ég hugsaði, ég bara þegar þetta var samið í gær, ég hugsaði það er engar tilviljunir hér, sko. Þetta er að gerast í dag að því að hann ætlar sér að fá þessi verðlaun, sko. Ég held að sé nú ekki bara það. Það er nú líka bara dálítið gott að hafa náð þeim árangri, sko, að koma á vopnahléi á þessum degi. Ég meina, þetta sér maður, þetta er allt einhver strategía hjá þessum mönnum, hjá Trump og hjá Ísraelsmönnum. Þetta er svona performance. Þetta er performance nefnilega. Þess vegna hugsaðum við það líka með Nóbelsverðlaun. Þú veist, það er líka svona performance. Það hefði bara allavega, það hefði verið gott svona auka. Þetta eru allt svo mikla sviðsetningar fyrir fjölmiðlana. Já, segir leikhúskonan. Já, mér finnst það, og ég get alveg gengið lengra með það. Hann er mjög fær í því, hvernig hann stýrir svona blaðamannafundum og þess að hann er með svona einhverja forsætisráður eða forsætið með sér. Hann er alveg upp í sjónvarpi. Hann er náttúrulega sjónvarpsmaður. Já, hann er alveg upp í sjónvarpi, já. Hann er raunveruleika sjónvarpsstjarna í grunninn. Þetta er allt einn fjölmiðla leikur. Þið finnið ekki til með honum svona þegar hann vaknaði í morgun, fullur gleði, hleypur niður og undir jólatrið og heldur sig gjöf, það er ekki gjöf. Jú, ég finn til með Ég finn til með norðmönnum þegar þeir munu finna fyrir reiði hans. Já, einmitt. Ég var nú náðu ekki að horfa á þetta í morgun, en það var víst bara, þeir eru víst bara skítrættir grein sem að maður sem skilur, bara að verða einhverjar hendaraðgerðir. Mennur norðmenn? Já. Það er bara voðalega merkilegt að allir heimurinn er hræddur við Trump. Það er nú kannski bara að því að hann ræður yfir stærsta herveldi heimsins. Já, ég held að það sé líka bara að hann er svo óútreiknanlegur. Já. Það er það sem er óþægilegt, sko. Já. Hann hefur viljað, ég veit ekki hvort það varði eitthvað af því, en norski olíusjóðurinn hætti að fjárfesta í Caterpillar sem að framleiði svona jarðýtur sem eru notaðir á Gaza. Þannig að þeir hættu að fjárfesta í Caterpillar út af því. Og þá komu mjög, þetta var í norsku pressunni, mjög harðar hótanir frá Bandaríkjunum að vera refsiaðgerðir. Já, einmitt. Já, heiminn bara stjórna svona með refsiaðgerðum og... En hann er að koma á vopnahlé á Gaza. Já.
sem að gæti leitt til einhvers góðs. Hugsanlega, þetta fyrsta skrifið. Maður spyr að leikslokum. Já, maður spyr að leikslokum líka eftir vídeóið þarna, gervigreindarvídeóið, Gazaströndin þarna. Svona Atlantic City á Gaza. Já, ég einhvern veginn, svona, það er ekki gleymt. Nei, það eru plön í gangi. Já. Þetta allt útrekna, útspeklu, það er ég algjörlega vissum. Trump Gaza Tower verið Já, ég meina að það bara verið að nú á hreinsa til hérna á Gazaströnd til þess að sé hægt að fara að fjárfesta aftur. Tengdasonurinn hérna, Sádi-Araba vinnurinn hérna í samninganemndinni og fasteignamókullinn, ég bara... Það var náttúrulega sami vopnahlé líka í bara janúar á þessu ári. Já. Og það, þú veist, varði á menna Ísrael vildi og menna þeim, þú veist já það voru svo fangaskipti, voru gíslum sleppt og föngum hleypt út já, en þú veist, ég trú ekki á heilindi Ísraels manna í þessum samningum frekar en öðrum sko, þannig að mann alltaf fagnar því ef að þetta hérna bjargar einhvern lífum en eins og ég sammála þegar að maður spyr að leikslokum sko. Ég tek undir það líka, ég meina Þetta er náttúrulega ekki þetta 20 punkta samkomulag sem hann kynnti. Þetta er eiginlega samkomulag að sleppa gíslunum og að Ísraels her dragi sig eitthvað tilbaka. Þannig þetta er áfangið ykkur en það er svona smá, maður gæti verið vonguður það að það væri skiptið miklu máli fyrir Trump að þarna myndi ekki gjósa upp aftur átök. Vegna þess að stuðningurinn heima fyrir við það að styðja þjóðarmorð á Gaza er veikari núna en var í janúar. Þannig það er svona smá... Og líka í Ísrael. Já, það er svona smá... Já, það er bara... Ýmsa getgátur það að Ísrael bara hafa ekki þrek til að halda þessu áfram. Já, það er nú bara löngu vitað, sko. Ísraels er bara vanmáttugur eða hefur nú dregið úr þessum krafti. Já, ég held að samt búin að vera að segja þetta Rússana líka núna mjög lengi og einhvern veginn virðist það aldrei bara hætta. Það er rosalegt, sko. Ég held að Ísrael sé alltaf að hugsa til sko miklu lengri tíma. Þú veist, þeir eru búin að vera, þú veist, það sem kallar slá grasið. Þú veist, þeir eru að hugsa þetta í áratugum og eru bara með langtíma plan augljóslega að sölsa þetta alltaf og stærra Ísrael og þeir eru með kort núna þess að sína sko stóra Ísrael sem tegir sig yfir bara, ég veit ekki, 5-6 nágrannlönd eða eitthvað. Það eru plön. Þannig að þú veist, þetta er kannski bara eitthvað taktist skref sem hentar okkur núna. Já, og augljóslega er þetta þjóðarmorð og augljóslega hreinsanir. Augljóslega. Einhver hérna haldleggja þurrmjólk og targetera spítala og þú veist, það er bara alveg vita mál. Já, þeir ætla sér að halda áfram að stjórna á þessu svæði. Þeir eru bara búin að ná sér í líka menn til að setja inn í einhverja bráðabirgða stjórn og þetta er allt saman gert án þess að Palestínumenn komi að. Svo búið skemma allt þarna. Já. 80% af húsnæði er bara rústirinnar. Já. Bara möl eftir. Já, en þetta ekki bara sama taktikinn og þeir voru með hafa verið með eins og í Írak, þar var bara öllu rústa og síðan bara geta þessir fjárfestar og peningamenn komið inn og byrjað að setja upp keðjur. Að fjárfesta aftur og þetta er bara stríð í sinni ógeðslegastu mynd. Svona er þetta. Þessi stríðsmaskina, peningamaskina sem stjórnar heiminum. Því miður. Og afhjúpast svolítið núna. Já. Það er erfitt að horfa fram í þessu. En ef það er samt, mér finnst vera kannski, þú veist, eitthvað jákvætt núna vegna þess að bara eins og vorum að tala um í Bandaríkjunum að almenningur hefur svolítið snúist gegn þessum stríðsrekstri og á sveif með Palestínu. Það hefur verið mælt að núna í fyrst skipti stuðningur við Palestínu komin eitthvað 1% yfir stuðningu Ísrael sem er rosaleg breyting og bara allstaðar í heiminum, þú veist, og þessi ofboðslegu fjöldamótmæli almennings og maður sér svona, þú veist, að það er svo Ísrael sem hann hefði gengið svo ofboðslega langt og þetta er svo grímulaust þjóðamorð að það er alltaf hægt að réttlæta þetta lengur og þá svona kannski kvikna von að ef að almenningsálitið er á þennan veg út allan heim að þá kannski smám saman setja að snúa hjólinu eitthvað tilbaka. En þeir eru búin að ganga svo langt og halda áfram svo lengi og rústa svo miklu og svo einmitt þetta að einhvern veginn, ég meina, svo semja friðin akkurat á þessu 2 ára afmæli þessara átaka sko.
svona svolítið líka til þess að krýna sjálfa sig. Já, performansin. Já, performansin í aftur. Aftur þetta sviðsetningar, útreiknaða tímasetningar og það bara þannig. Og þessi punktar hans Trump voru náttúrulega viðbjóður þegar það verið að fremja þjóðamorð og sá sem að fremja þjóðamorði hann fær allt sem hann bað en þeir sem verið að myrða fá ekki neitt. Þetta eiginlega furðulegt. Já. Þetta algjört ósætt. Friðarsamningar. Já, og svona það sem mest óþolandi í þessu öllu að svo, þú veist, leið og bara heimurinn að snúast einmitt á sveif með réttu hliðinni að þá þú veist, þetta endalösa gargum einhver anti-sionisma þetta snýst ekkert anti-sionisma, þetta snýst bara það að þessi stjórnvöld þetta snýst ekki anti-semitisma, þetta snýst anti-sionisma. Já, ég meina, ég meinti það, ég snýr svo við höstum. Einmitt, nákvæmlega, sko. Þú veist, af því að þetta ekki anti-semitismi, ég mismælti mig. Og það óþolandi að maður sé alltaf sko ásakaður það. Bara þetta heitir gyðinga andúð á íslensku, antisemitismi. Og ég meina, augljóslega það ekki það. Og ég var rosalega stolt af kunningja mínum og samstarfsmanni fyrir mörgum árum, Ian Volkov. Af því að hann sterk rödd, vitið hver hann Hann var aðalstjórnandi Sinfóníuhljómsveitar Íslands til fyrir nokkrum árum. Og hann kemur sem sagt með yfirlýsingu á BBC Proms sem eitt mest sjónvarpaði klassíski tónlistarviðburður í heimi og það sem hann kemur bara hreinlega með yfirlýsingu, hann sem sagt gyðingur. Er hann Ísraeli fyrir ekki? Já, ég held það. Já, ég held það ríkisborgari. Já. Og það var bara ótrúlega sterkt og svo var hann kominn líka til Gaza sko og hélt þar áfram. Þetta var mjög gott og því að þú veist eins og ég segi þetta snýst ekki antisemitisma þetta snýst það að mótmæla stjórnvöldum í þessu tiltekna landi og hvað þau að gera það í raun og veru hefur lítið með það að gera af hvaða trúar mótmæla ofbeldi og bara þjóðamorði ósköp einfalt mál það ekki? En þetta þreytandi og maður sér það líka rosalega mikið heima á Íslandi að þessi söngur byrjar alltaf hjá stórum hluta, þú veist, þjóðurinnar. Já, vonandi ekki mjög stórum, en þú veist, það samt hópur sem hávær, að maður sé bara að maður styðji Hamas og styðji árásirnar 7. október fyrir 2 árum. Ég trúi ekki að þetta sé meirhluti þjóðarinnar, ég held ég alls ekki, en það stór hluti allavega, til dæmis bara þessi hatursorðræða sem í gangi núna hefur verið vegna Möggustínu. Ég meina, það mjög margir sem uppteknir af þessari hatursorðræðu og hneykslast á henni að sjálfsögðu, en ég trúi því ekki að þetta endurspegli stóran hluta þjóðarinnar. Þetta endurspeglar einhvern hluta og sem sýnir okkur, sá hluti bara á andlega lágu plani. Það bara það sem að. Já, og ég held líka bara ekki sérstaklega gáfað. Ég held að sé alveg rétt og allt það, en ég held líka að við megum ekki vanmeta, það eru nýjir tímar og þessi orðræða og þetta hvernig fólk talar á netinu það bara breytist og hefur breyst mjög hratt. Já, en ég að spekla hvað til stór hluta því að við okkur hætti til að halda það að þetta sé þjóðin í meiri hluta sem að tala. Ég veit, ég alveg sammála því Gagga að það mjög mikið að breytast en hvaða fólk þetta sem svona aktíft, þessi nettröll sem haldi uppi þessari hatursorðræðu? Þetta ekki veikasti bara hlutin af fólkinu? Þetta allt svo kerfisbundið samt. Það bara líka verið að halda að þessu fólki markvisst röngum upplýsingum til þess að æsa þetta upp. Það bara þannig, alveg svo í Bandaríkjunum. Og þannig að þeim fjölgar og fjölgar. Það einhvern veginn, fólk farið að trúa alls konar rugli. Ég meina þetta náttúrulega líka bara útvarpssaga, þú veist, þetta bara fólk sem bara fast þar inni og bara kann ekki að skipta stöð á útvarpinu sínu, skilur, svo það bara allt í nú bara sogast onni eitthvað svarthol og meira segja bara fólk sem alls ekki andlega veikt eða heimst, skilur, fyrir það náttúrulega bara, svo það líka bara þannig í dag, þetta fólk hefur náttúrulega alltaf verið til, en allt í einu núna allir komnu með eitthvað leið til þess að tjá sig
opinberlega. Já, Þetta já. er Bara alltaf það orðið sem er stór nýtt. breyting á líka bara hvað fólk segir núna uppátt undir nafni og mynd. Já. Það er rosalega, Já, það er alveg satt. bara alveg hræðilegt að Og sjá þetta. mjög mikið fullorðið fólk. Já, Bara ég, svona, ég er þú svona, veist, já, ég já. bara, mér langaði bara til að vekja athygli á því sko að það er kannski oft þá dettum við líka í þennan pitt Haug, að vera já. að hneykslast á þessu öllu saman í staðis að þá bara halda áfram og reyna að skýra út bara hvað er í raun og veru í gangi, bara halda áfram í því staðan fyrir að hneykslast á eins og ég sé rosaleg viðbrögð gegn þessari hatursorðræði sem að ég skil alveg en ég veit ekki hvað tilgangi þetta þjónar að fara út í þetta sko. Að vera svona skammast yfir sko síðasta ringjaranum á Útvarpi Sögu. Já, ég er að meina það. Það er ekki síðasta vígi sem við verðum að sigra. Já, þetta er samt stærra. Þetta er ekki bara eitthvað fólk sem er eitthvað að hamra á lyklaborðið á Facebook heimi á sér. Fyrir nú nálægt svolítið Hillary Clinton að kalla þetta, hvað kalla þetta, basket of deplorables. Já. Sem eru stuðningsmenn Trump. Talaðu það væri bara illa gert fólk. En sko, ég er aldrei ekkert vissum. Ég er á þeirri skoðun. Þetta var mikið af þessu fólki sem ég ætla bara að segja alveg eins og Hallveig. Ég held bara að þetta sé óbúslega mikil heimska og fáviska og maður má vist ekki segja þetta í dag. Og Fáfræði og léleg menntun og lélegar upplýsingar og lélegur lestur, ég meina lestrarleysi. Lélegt samfélag bara það sem veður áfram Lélegt samfélag sem er vaða áfram. Líka eins og Gagga segir, þetta er líka bara heilaþvottur. Já, heilaþvottur, svo er þetta fólk komið líka inn á þing. Þetta heimska fólk fyrir. Leið og við samt, sko, ég held að ég sé sammála þér, sem leið og við leifum akkurat þessu kannski óvinnsæla í rauninu sjónamiði að fá ofsalega mikið pláss í umræðinni, þá eru að leggja það kannski að jöfnu við eitthvað annað. Með því að skamma svona mikið yfir því. Já, þá erum við að normalisera. Það var maður sem sagði þetta Augustínu og ég bara... Já, hver var normalisera þá, séru? Já, það er alltaf eitthvað, þú veist, það er alltaf eitthvað fáviti, eitthvað hotni að segja eitthvað ógeðslegt, þú veist. En ef við einhvern veginn lyftum því upp og gefum því, þú veist, svona óbúðslega mikið pláss, þá erum við líka að sýna fólki sem kannski er þú veist, sem er, ég veit ekki, viðkvæmdur í heilaþvottunum með hvað við viljum segja, þú veist, að þetta sé einhvern veginn, þú veist, að gefa þeim dagskrárvaldið, að hérna er það sem við ætlum að debatera. Hvort að Maggastína... Annarkvort skerum við þetta upp og förum í þetta fullum þunga eða við við tökum bara, þau bara með börn, þau eru óþekkt. Maður bara svona, ég ætla ekki að gera neitt. Já, en við erum ekki að bjóða þeim, við ætlum að bjóða hrekkjusvíninu hérna sem að sparkaði í hinakrakkana. Hann kemur í panel og hann, þú veist, færir rauk fyrir sínumáli og svo koma hinakrakkarnir sem eru fórnarlömbin. Trump er náttúrulega meistarinn í þessu. Hann stjórnar algjörlega umræðinu í öllum málum í Bandaríkjunum. Já, en mér finnst við vera rosa svona næv og íslenski fjölmiðlar að einhvern veginn, þú veist, ég heyrði í lestinum daginn á Rás 1 og höfðu boðið einhverjum rasista af Twitter og síðan einhverjum feminista af Twitter og ég fór að skoða accounti hjá rasistanum og hann var bara að tala um ligarúf og hvað arabar væri úrkynjaðar og bla 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 og þessum manni bara boðið, þú veist, á besta tíma eitthvað Rás 1, eitthvað debatt. Þessi maður með opbúslega mikla rödd og er með nefnilega miklu meiri rödd heldur en við höldum og nær til mikið meira fólki heldur en við hér höldum. Já, en svo kemur Rúf og bara gefur hann aðganga bara ennþá meira fólki með ég hugsaði bara, hann var alveg svo astni í þessu viðtali. Já, en það er alveg sama, bara með því einhvern veginn að bjóðunum og láta eins og hans viðþorf sé einhvern veginn jafn rétt á hvað annað, þá erum við búin að einhvern veginn lyfta En hann er með svo stóran áherrni. Já, en það er alveg sama, að þessi umræði farið fram, þú veist, þessi Bandaríkjunum fyrir, þú veist, þegar Trump kom fyrst, þú veist, þá var New Yorker hélt einhvern tímann rosalegt event þar sem að Steve Bannon var boðið að tala við, ég veit ekki, Malcolm Gladwell eða eitthvað og þetta átti að vera svona, þið veitir, umræðan, þú veist, þannig að leysi þetta bara með einhverjum friðsamlegri umræðu, en þú veist, það virkar ekki, eina sem, þú veist, ef að andstæðingur þinn í umræðinni er ekki in good faith, skilur við. En Steve Bannon stjórnar Bandaríkjunum og í gegnum alla þessa miðla líka og með því bara, þú veist, er með þetta allt eins og strengjabrúður til þess að dreifa falsi og óhróðri og legum og búa til óeiningu og það sama að gerast hérna. Ég meina þetta ekki bara á sama meiði eins og þetta hræðilega debatt þarna í Kastljósi þar sem að Snorri Másson var að tala við hana
Þorbergu. Ég meina svolítið, en ég meina hann allavega, hann þingmaður, skilur hann opinber starfsmaður. Þing, skilur, hann ekki bara á Twitter að spúa einhverjum ég er mörguleiti líka, þú veist, meina að því að það er náttúrulega bara hans retorík er svo ótrúlega, sko, í raun og veru hatursfull. Af hverju ásamt að vera þá að gefa hann svona mikið pláss í ég held að hann sé mjög leikinn í því bara að grípa sér dagskrávaldi og núna er allir að tala Halldór Laxness og eitthvað, þú veist, og það er bara því að Snorri vill athygli, þú veist, og hann varpar einhverju bombu. Það koma undan einhverju fréttum Laxness og stökkan á það, svona eins og þingmenn gera, taka bara það sem vinsælast á TikTok en þú veist, þá einhvern veginn verður hann alltaf svo, hann verður svo ofandi. Ég verð að segja það, ég efast það, ég skil alveg hvort að tala Gagga, ég efast samt það að þetta fólk sem er svona, sem við segjum hérna illa gefið. Svo lætur það að segja svona þetta fólk. Má ekki segja svona, má ekki segja neitt. Ég held bara að, ég trúi því að bara það sé, meiri hluti þjóðurinn að sé ágætlega gefin. Já. Þetta er ekki meiri hluti þjóðurinn, allan ekki ennþá, sem betur fyrr. Við sjáum það líka bara á því sem kemur upp á gjörkassunum. Þetta eru þarna dansandi kringum ykkur 30%. Já. Ég er bara aðeins að taka undir með Hlín að ég held að það sé stundu gert allt of mikið úr þessu. Ég held að þegar maður er að skoða svona kannanir sem bara viðhorf að þá, maður segir oft að þetta hangir alltaf í kringu 13,7% sem eru þarna fylgið sem að Davíð fékk í forsetakosningunum sem að eru svona og þetta er oft skiptist á milli Sjálfstæðisflokks, kjósenda Sjálfstæðisflokks og Miðflokksins en er aldrei meiri hlutin í þessu flokkum þegar að vera að spyrja sko innflytjendur og hælisleitendur og svona ýmislega svona mál þá virðist þetta að vera svona frekar þröngur hópur og ég manna daginn að þá er verið að tala að svona mætti merkja það að samhygð væri að minnka og sérstaklega hjá köllum og yngri köllum og þegar maður svona horfðu á þetta þá er þetta kannski svona 8% af yngri köllum sem er að færast. Það er ekki meira en það og maður sér þetta ekki í skoðanakonum í dag og Miðflokkurinn er ekki hann er bara með minna fylgi heldur en í kosningunum og Sjálfstæðisflokkurinn er algjörlega frosinn hann getur ekki vaxið með þessum málflutningi, hann eiginlega eyðilagði fylgi sitt þegar Bjarni byrjaði að kvarta yfir að það væri búið að eyðileggja Austurvöll þegar var þar komið saman fólk sem að vera að ýta eftir því að stjórnvöld beittu sig fyrir því að þeir fengju fjölskyldu sína út úr þjóðarmorði og hann talaði að það væri bara til skammar. Ég meina Sjálfstæðisflokkurinn tekst ekki að auka fylgi sitt með þessum málflutningi. Sem betur fer. Þannig að sömuleyti þá finnst mér þetta að vera rétt sem þú ert að segja. Við erum kannski stundum að gera allt og mikið úr þessu að láta eins og við séum að fá eitthvað svona Nigel Farage en þú veist, ég held nefnilega þá verður, það er skotlið, þú veist, það er skotlið fyrir alla að fara að tala í heitabátinu bara já, þú veist, ég er nú sammála, þú veist, þessum þessa það finnst mér að vera að gerast. Það finnst mér að vera stóra áhrifin af Trump er einhvern veginn svona brútalismi bara veður yfir allt í hennu máttu bara hegða eins og svín. Þannig náttúrulega forseti Bandaríkjanna segir ég hata andstæðinga mína og talar að flæðir með Mexikana sem er bara nauðgarar og allt í hennu þá bara opnast alltaf flóðgáttir þess að fólk talar bara. Ef að forseti Bandaríkjanna getur talað eins og hann talað þá náttúrulega hann er að gefa öllum dagskrárvaldi til þess að tala eins. Ekki satt. Það er líklegast þess vegna sem að manni líður eins og þetta hafi aukist svona mikið. Og hann alltaf þarf ekkert á neinum fjölmiðlum að halda þess að koma því á framfæri, hann er bara með sín eigin samfélagsmiðl. Já, og hann getur bara stöðugt verið að posta á. Og allir taka upp eftir honum, allir fjölmiðlar heimsins. Já, ég meina hann er að koma sínu fólki, þú veist þess að núna Barry Weiss yfir hann að CBS, þú veist það er bara, hún öfga hægri kona sko. Hann ætlar alltaf að drepa CBS, hann er alltaf búin að skera niður þar alveg bara. Hefðulega fjölmiðlarnir er alveg líka, þú veist, alltaf. Líka í PBS útvarpið líka, þetta er alveg svakalegt. Já, og þú veist, NPR og allir háskólarnir og eitthvað, það er bara að vera að skrúa að öllum röddum. Bandaríkin er ekki lengur svona valddreift lýðræðisríki. Heldur stjórnað út úr Hvíta húsinu. Já, þetta er bara autokratismi, þetta er bara stjórnsýslunni rekur alla sem að sýndu eitthvað mótþróa fyrir kjörtímabili eða rekur það bara, leggur niður stofnanir. Og mér finnst svo leiðilegt að þurfa að vera eitthvað að fylgjast með þessu í návíi, af því að maður er svo þreyttur líka
og mann finnst það svo lýgilegt, þú veist, ég hugsa stundum hvernig ætlum að útskýra þetta fyrir, þú veist, barnabörnunum sínum eða eitthvað, þau veitir, þegar maður fer svona sögubækur og hugsa bara hvernig gat þetta gerst. Menn með ástandi í Bandaríkjunum í dag. Já, og bara þú veist hvernig Trump var kosinn og kosinn aftur og eitthvað. En var hann kosinn? Svo er það hann var, þú veist, já. Og verða barnabörn? Þið veitir, þetta er svo fáránleikinn er svo mikill. Barnabörnum mínum koma og spyrja þig, hvar varst þú þegar Trump komst til valda? Gerður ekki neitt? Nei, það er ekki það sem ég Varst þú að berjast, varst í andstöðunni eða lefst þetta bara yfir þig ganga? Heldur að barnabörnum komið svona? Nei, ég held að vilja skýringar, þú veist, ég held að vilja skilja, alveg svo þú veist, alveg svo við viljum skilja hverju Hitler komst til valda. Já, og reyna að skilja, þú veist, hvernig það var barnabörnum komið þá, sko. Veröldin, þá var eins gott að hafa svör. Já, ég var tórt í Suður Afríku í Jóhannesarborgar þegar ég var 25 ára og var þar í dálítinn tíma og það var alveg brann á mér þegar ég var þar og kynntist öllu og svona akkur gerði engin neitt bara nema að hætta að kaupa ykkur Del Monte ávexti, sko. Átspanna appsínur. Ég bara, já, en þú veist, það er ekki takt að svara því einhvern veginn. Já, en það var samt náttúrulega í sambandi við apartheid-stefnuna þarna í Suður Afríku var náttúrulega alveg gífurlega mikil barátta út allan heim og mikil umræða. Það út allan heim og líka var það gegn þessum fasisma sem núna í uppgangi í Bandaríkjunum. Já, ég meina að tala barnabörn. Ég alltaf að spyrja fólk í Bandaríkjunum og það segir bara því miður, þá bara sáralítil viðspilna þetta. Já, hún kannski, ég held að liggjandi feldi. Bernie Sanders og AOC og bara that's it. Já, Gavin Newsom, hann er nú, hann notar háð sem ég held að sé það eina sem virkar á hann, eða virkar á Trump, sko. Hann hatar að láta gera grín á sér náttúrulega. Ég var að tala við Harald Sigurðsson, jarðfræðing sem býr hérna í Massachusetts. Hann var að segja að það væri bara ótrúlegt að fylgjast með því að horfa á Bandaríki bara hrynja. Já, þau og að hrynja. Og bara lætur þetta yfir sig ganga. Já, kannski þarf þetta bara að gerast. Já, ég meina það nú samt einhverjir mótmálafundir og svona í gangi þarna, þú veist, það einhverjir að reyna. Já. Þú veist, það kemur ekki óvart og það yrði eitthvað byrjað að tala um það eitthvað alvöru til þess að Kalifornía myndi bara slíta sig frá. Það kemur ekkit í fjölmiðlun. Kannski heldur ekki fjölmiðlavaktin kannski ekki þar heldur. Ég hlusta dálítið mikið á, mér finnst þetta dálítið merkilegs umræða hjá okkur að við höfum svona mikið áhuga á Bandaríkjunum og bandarísku stjórnmálum og ástandin í Bandaríkjunum og það segir okkur bara hvað við, eins og þú sagði gaggaðan, við Ísland bara eins og lítið amerískt ríki oft, sko. Við erum svo óbúslega, við höfum mótast svo mikið af amerískum hugsunum, þetta bara þetta þjóðfélag. En ég fylgist rosalega mikið með þess að því ég bý með annað fótinn í Svíþjóð, ég bý nú eiginlega alveg þar núna, og þar alveg ógulega mikil umræða líka Bandaríkin, hún er þannig að það bara fréttarítarar í Bandaríkjunum sem rapportir að 3 sinnum í viku í klukkutíma í útvarpinu spurðir út úr og þessi fréttarítarar þeir fara inn í þingi og inn í Hvíta húsið á blaðamannafundi og maður fær að vita fullt af hlutum sem aldrei komast hérna í fréttirnar. Nei. Nefnilega ákveðna andspyrnu, mótmæli sem á öllum mögulegum frontum. Það verið að reyna en þetta náttúrulega við mjög erfið að stjórna að etja, sko. Ég hlustaði í vikunni að blaðamannafund Trump í Hvíta húsinu. Það sem var að tilkynna það að hann hefði ákveðið að láta Antifa skilgreina sem hryðjuverkasamtök. Já, ég mitt. Og furðulegu fundur, sko. Sátu þarna í ríkisstjórninni hérna megin og svo komu svona 2 ángar hérna út sem sáist ekki, maður heyrði bara raddirnar. Og þar var það svona youtuberar og fólk sem hafa verið að vinna okkur svona mjög hægri sinnuðum smáfréttaveitum hér og þar voru að vitna það sem þau töldu Antifa væri. Það væri bara skipulög hryðjuverkasamtök, það væri verið að brjóta niður Bandaríkin, það væri gríðarlegt ofbeldi kringum þetta. Þannig þetta voru svona eins og sýndaréttarhöld og svo þegar voru leiða á fundin hann spurðu ykkur en ætlar að láta Antifa vera skilgreina sem alþjóðleg hryðjuverkasamtök. Já, þú segir nokkuð, ættum við kannski að gera það. Það var ekkert sagt frá þessu. Þetta náttúrulega, því Antifa náttúrulega bara eitthvað svona mjög lausbeislað fyrirbrigði og þú getur eiginlega farið að fylgjast með hverja sem af því að grunum að hann sé hluti af Antifa. Já.
og til dæmis koma fram á fundinum að sósíaldemókrataflokkurinn að hann skilgreindur sem hluti af Antifa og þar til dæmis AOC, við erum bara félagi þar held ég og ég held að hann hafi frambjóðandinn í New York, hann líka félagi þarna. Þannig að þetta komið svo langt. Þessi með eitthvað YouTubera þarna líka, hann veit alveg hvernig hann dreifir þessu svo. En þetta var ekkert sagt frá þessu á Íslandi og sára lítið í pressunni í Bandaríkjunum. Já, maður þarf bara að leita eftir þessu, leita eftir umræðum og umsögnum og bara fréttum af þessari þá svokölluðu andspyrnu sem er í gangi. Það náttúrulega einhver andspyrna, þó við sjáum hann ekki. Hún verður ekki ofan á í fjölmiðlum. Já, vandamáli náttúrulega líka bara að demokratar einhvern veginn ekki með skýran leiðtoga og það hjálpar ekki. Vegna þess að það svolítið svo haulus her Ég held að skipta engu máli hvort þau eru með leiðtoga, þetta þessi 2 turnar og þau eru báðir með jafn mikið af lobbyista peningum. Og alltaf þegar kemur einhver nýr þá kemur bara Nancy Pelosi eitthvað ofan og bara nei, þetta ekki flokknum þóknanlegt. Þannig að ég held bara að demokrataflokkurinn sé fyrir löngu orðin það spiltur bara það er það sem ég er að segja, það er slæmt vegna þess að það vantar valkostin. Algjörlega, en ég held bara kerfið, þú þarft að hafa svo ofboðslega mikið fjármagn til þess að komið litlu þannig einhver staðar að bjóða fram einhver staðar, þannig að maður sér eitthvað svona einn og einn eins og Sóran í New York og eitthvað. Síðan eru þeir búin að vera að taka allt kerfið og gerrymandera öll fylki og allar sýslur út allt, þannig að hvernig atkvæðin falla. Það skiptir ekki allir máli. Er að reyna að gera það sama líka, Já, þeir hefðu þetta byrjað fyrir 40 árum þegar hinir byrjuðu, þetta löngu töpu barátta. Þetta búið að fara fyrir, dómstóla í Bandaríkjunum eru úrskurðað bara í góðu lagi og svo eru þau bara að vinna þessu, það er svo margt svona sem rað, verkalýðshreyfingin, í Bandaríkjunum bara niður með hörðuofbeldi á sínum tíma, það er svo óbúslega, ég bjó þarna í nokkur ár og var í háskólanámi og ég fann bara eitthvað svona djúpstætt, eitthvað svona óöryggi. Ég var í New Jersey, rétt á New York, í Rutgers háskóla. Og það var ótrúlega áhugaverð upplifun. Náttúrulega, hvað maður segja, svona kynþáttaskiptingin var ofboðslega augljós og ofboðslega skrítin. Bara svarta hverfið og mexikarska hverfið og skotárásirnar gerast þarna og ekki hinum megin og við bjuggum í svona fínu gyðingakverfi. Svo nokkrum árum eftir fluttum þá voru skotárásir á moskur þar, á sínagógur segi ég, og mín tilfinning fyrir Bandaríkjunum hefur bara verið, þetta stendur bara á þessum brauðfótum og var bara svona ræp fyrir eitthvað svona fasisma kjaftaði. Fasism eða borgarastyrjöld. En mér finnst bara við þurfum að, ekki bara því að við erum einhver litla Ameríka heldur líka bara að því að það eru mjög margir markvisst, að reyna að flytja inn sömu hugmyndafræði, sömu stjórnmálamenn og sömu, og maður sér fólk vera skrifa einhver komment sem eitthvað svona hálfa á ensku bara eitthvað New World Order og eitthvað íslenska hugtöknum sem neitt og þeir bara horfa einhver YouTube-myndbönd, þið veitir, þannig að mér finnst þetta mjög áhugaverð, þannig að sumt af þessum hugmyndum eru sprotnar upp úr þjóðið sinnar í hvítri kirkju sem er náttúrulega eins og stundum þegar þú ert ekki með verkalýðshreyfingu og ónýtt stjórnmálakerfi að þá er kannski kirkjan félagsheild og það virðist vera að gera því Bandaríkjunum bara að þessi kirkja er bara skipulegasta félagsheildin og er að ná öldum í Bandaríkjunum. Það er svo undarlegt þegar maður er að horfa á Íslendingar reyna enduróma þessar hugmyndir sem er þarna. Í þetta snýstu bara efsta dag að hann sé bara rétt handa við hornið og þess vegna verðum við að verja Ísrael því annars getur Jesú ekki komið. Þetta er bara... En svo líka auka hægri sem voru farnir að segja Jesú hefði nú verið svo vók að það var nú ekkert þetta pæli honum lengur. Þetta er alveg rétt. Þetta er eitthvað svona bandarísk kristni dagsins í dag sem er farin að vera á netinu á Íslandi, logandi á netinu á Íslandi. Og það er bara engar menningarlega forsendur. Jú, en það er menningarlega forsendur fyrir svona mörgu öðru, þess að það er verið að tróða á transfólki og kvenréttindum og allt þetta hangir saman, þið vitið, og verið að herja á stráka á samfélagsmiðlum. Já, og þetta verður allt til
í þessu svarthóli sem að internetið? Já, og COVID þegar allir voru á netinu? Jú, ég meina það óheftur aðgangur þannig það byrjar mikið af þessu mönnum í Bandaríkjunum þegar hafa óheftan aðgang að drengjum í gegnum Discord, tölvuleiki, það byrjar sem eitthvað svona tjant og svo verður þetta að einhverjum podcastum og hlaðvörpum og bara allt í einu vöknum við öll upp í vondan draum. Já, og síðan bara einhver mættur með haglabyssu og skjóta einhverja. Heilaþvottur og hann hættulegur. Já. Það bara þannig. En þú veist, ég nefnilega þess vegna finnst mér fjölmiðlar skipta svo ótrúlega miklu máli í þess að því að fjölmiðlar í Bandaríkjunum eru búin að vera allt niður sig, þið veitir, bara New York Times spila eitthvað bothsætism alveg endalaust sem á að heita svona liberal blaði. Það var íslenski fjölmiðlar ekki líka, eru þið ekki með allt niður sig? Þeir eru með allt niður sig. Mér finnst það svo skeri, mér finnst það svo ógeðslega skeri að því að við þurfum svo mikið að við halda. Já, akkur fáum við ekki fréttir eins og í Svíþjóð. Já, og líka bara þú veist að fjölmiðlarnir eiga að vera að segja okkur þegar gátum gluggan og segja hvort það er rigning, ekki bara, þú veist, Hlín segir þessi rigning og Gagga segir þessi ekki rigning, þú veit, svoleiðis er þetta alltaf. Fréttaflutningu hérna er svo rosalega mikið bara hann er svo takmarkaður. Rasistinn á Twitter segir þetta. Það var bara einhver sem sér samfélagsmiðlana hjá Reykjavíkurborg lækaði einhverja færslu meiri hlut. Fréttamatið er svo skrítið, það vantar allt samhengi, þið veitir. Það er ekki bara allt í einhverju rosalega mikið til upplausn. Jú, það er það. Það er engin sem virðir lengur nein mörg eða reglur. Ég held að sé viljandi. Já, það getur vel. Akkur sér það er ekki bara það við lifum bara þannig tíma sko heimurinn er fallinn. En það er óvíst hvað kemur í staðinn. Nákvæmlega. En samt sem að hver ræður, þú veist, er internetið lýðræðislegt? Nei. Því stjórna bara Kína og Bandaríkjunum. Þú veist, þannig að við erum... Hvað heldur það að sé lýðræðislegt? Nei, menn það er það ekki. Nei. Þú veist, ég bara segja, þú veist, þó við myndum fegin vilja henda reiður á kagatekinn í heiminum, þá er það bara meðan þetta er svona, þá getum við það ekki. En ég verð að fá að koma með eitt hérna inn í þetta. Ég fór nefnilega að sjá nýju myndina sinna Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, sem í raun og veru bara að lýsa þessu ástandi, þar að segja að lýsa því fasistaríki sem í raun og veru Bandaríkin eru á hraðri leið inni ef þau eru ekki þau eru þegar orðin. Og hafa alltaf verið svolítið létt fasist. Já, það hafa alltaf verið, en þetta er svo rosalega að þetta er byggt sammála, ég fór í gær. Við erum að tala líka Nóbelsverðlaun og Laxness og allt þetta og ætlum kannski að tala það að þetta er byggt á náttúrulega bandarískri skáldsögu sem var skrifin 1992 eftir Thomas Pynchon sem heitir Vineland og svo tekur hann þessi leikstjóri þetta efni og býr til bara nýtt handrit sem að bara endurspeglar eða næstu því dystopía líka, þetta er svona framtíðar trillir en sko hún lýsir mjög vel þessi mynd hvernig fasismin er í sinni trilltust mynd. Þú sást hana? Ég ætlaði að fara að sjá þessa mynd, ég er búin að ákveða það. En er þetta ekki bara svona svolítið svipað eins og Attut þegar hún var að skrifa sína bækur, þú veist, og svo bara að maður að horfa á þetta bara raungerast. Hún tekur það náttúrulega út frá feminismunum, en þetta tekið svona meira út frá kannski svona, við getum sagt vinstri stefnu. Já, svona bara myndir sem að eins og þarna byrjunin, þarna búrin, þarna álteppin og klósettkamerarnir og er þetta ekki bara svona? Já, landamæri Mexíkó og Bandaríkjana. Er þetta ekki sem á að opna hérna í Keflavík? Fyrir flóttamennina. Já, einhver móttökumiðstöð. Já, sko það er bara búin alltaf, allt þetta í sambandi við flóttamenn og útlendinga er ólega mikið, þetta er hjá okkur, við erum bara svo illa farin af of mikill velferð. Okkur finnst þetta bara annars flokks fólk sem að þurfa ekki á því sama hald og við. Það er einhvern veginn búið að skipta. Það er bara ekki skilið. Og ef það fær að koma þá á það að hegða sér almennilega, eins og við viljum að það sé. Þakka fyrir sig. Það er margt fólk sem finnst til dæmis að Palestínumenn eigi skilið þjóðarmorðið sem að Ísraelsmenn eru að fremja þeim. Já. Maður heyri það bara stundum í svona. Ég menar í þessum hatursorðræðum. Það er bara kallaði yfir sig einhvern veginn. Já. Það er bara þannig. Já, náttúrulega bara islamofóbía og araba hatur. Já, það er náttúrulega svo... ógeðslegt. Já, það er ógeðslega mikið og þar kemur líka einhver svona vanþekking og fávísi eða fávíska eða menntunarleysi. Ég fylg, þú veist, maður heyri bara vel menntað, þú veist, tiltölulega vel gefið fólk. Tala svoleiðis? Já, eða svona, þú veist, þessi arabar, þú veist, þeirra menning er náttúrulega voðalega fjandsamleg, þú veist, og eitthvað svona fullir bara... fullir heilar þjóðir sem eru mjög mismunandi. En svo einmitt, og það er líka réttlæting á, eða, einhvern veginn að það, þú veist,
þar Svo segja sumir þaðan að þú veist, það sé líka sundrung sem að þeir einhverjir sem vilji þú veist, sundrungu hafi skapað sjálfur líka. Þeir vilja bara, þú veist, þeir vilja áfram einhvern veginn sundra og að við séum með þessa mynd af Arabum að þeir séu allir einhvern veginn á einhvern einn máta. Og ég held að sé bara hræðilega ömurlegt til dæmis að vera bara eitthvað ungur arabískur strákur bara á Íslandi. Eða bara kona sem er með þú veist, hijab eða eitthvað, þú veist. Eitt í þessu sem að því að núna tala ég allir svona eins og hersöðingar því að þetta er rosalega herrvæðing í Evrópu. Svona bara líki Svíþjóð, bara sturku í NATO eins og og hersöðingin í myndinni. Já. Oh my god. Við erum að sjá myndir. Og þessi herrvæðing í heiminum, hún er náttúrulega algjörlega snar bil og þessi ótti sem að verið að innræta okkur núna í herrvæðingunni. Það er eitthvað. Ég ætla að benda á viðtal sem ég átti í vikunni við Helgu Þórólfsdóttur sem er sérfræðingur í friðarmálum og búin að vera og hún vildi kalla þetta árásarsvæði, ekki átakarsvæði. Hún var í Afganistan og gömlu Júgóslavíu, Sómalí og víða og horft á hryllingsstríðsins. Og ástæðan fyrir hún vildi kalla þetta árásarsvæði, þetta verði alltaf bara árás á almenning. Og okkur hættir oft til þess að líta svo á þetta sé einhver bara, meira og minna er þetta bara að vera að selja okkur eitthvað svona hugmyndur sko réttlæti stríðsins en stríðið er bara hryllingur og við verðum að bara gera allt sem við getum gert til þess að stöðva það og þetta er svo merkilegt að hlusta á hana að þetta er bara svona klassísk friðarsjónarmið sem er ekki heyrt eiginlega bara í 30 ára. Bara að búa útrýma friðasinnum. Já, það er það. Það er rosalega skrítið. Það þykir bara ekkit fínt að vera friðasinni lengur. En það er ekki bara hallærislegt að vera friðasinni. Í alvöru talað. Hugsa ykkur og líka þegar það var nú okkar ungdómsárum þegar það var all afvopnunarbaráttan og baráttan gegn kjarnorkuvopnum, allt þetta er bara búið. Nú koma þeir bara inn í íslenskar hafnir, kjarnorkuknúnir kafbátar frá Læknar gegn kjarnorkuvá og verkfræðingar gegn kjarnorkuvá og strætóbílstjórar gegn kjarnorkuvá og allir bara. En núna er enginn. Það er enginn sem er að tala um þetta og enginn að tala um frið. Það heldur bara verið að tala um hvað sé mikilvægt þessi hernaðaruppbygging í Evrópu og það var nú einu vinkona mín sem var bara að tala um það við mig í síma í dag þetta með NATO, þó að það sé óvinsælt að segja þetta kannski, að NATO hefur bara alltaf verið að þrýsta sér lengra og lengra austur og það er engin þessi gömlu austantjaldsríki hafa meira og minna farið með í NATO. Og þetta er náttúrulega bara allt herrvæðing og svo er þetta náttúrulega bara rökstutt allt með því að þetta sé nauðsynlegt vegna þess að það er Pútín og Rússland og allt það. Já, og í sjálfu sér er margt rétt auðvitað í því og þessi innrás í Úkraínu var náttúrulega algjörd bara skandall og við þurfum ekki að ræða það. En hins vegar er þessi útþensla hernaðarbandalagsins, NATO, og þessi ofboðslega hernar uppbygging sem er í gangi núna í Evrópu sem er öll rökstudd með því að það er svo mikil náttúrulega það er svo mikil ógn sem stendur af Rússum og jafnvel öðrum en sko Kínverjum jafnvel, ég veit ekki að það er kannski Rússar helst. Þetta er náttúrulega hvað gerir þetta fyrir okkur almenning í þessum löndum? Talandi þetta hugtökin árás og átök. Sumir segja að Evrópa sé í stríði, þegar hún stríði í Evrópu sé byrjað, þessar dróna árásir og allt það og cyber árásir alls konar á fyrirtæki og stofnanir víða í mörgum Evrópuríkjum sko. Fjölþátta ógn. Ég held nú að þessi hernaðaruppbygging í Evrópu sé ekkert síst út af því að fólk veit ekki hvað er að fara að gerast í Bandaríkjunum. Nei, er það ekki? Er ekki Trump búin að vera destabilisera þetta kerfi? Þetta var eitthvað svona jafnvægi. Og ég meina að hóta því að taka yfir Grænland með illu og eitthvað svona, ég meina. Já, og bara NATO, er hann ekki búin að vera að hóta því? Bandaríkjunum eru öllu líkitum að fara út úr Evrópu. Já, en eru hann ekki hann vill ekki vera í samstarfi við Evrópuþjóðirnar í gegnum NATO því að kannski er hann bara með eitthvað annað agenda.
Og þá allt upp í loft og allir þurfa einhvern veginn að vera, við þurfum að okkar her, íslenska herinn. Hann að losa sig út úr NATO einhvern veginn, hann vil ekki vera, Bandaríkin vil ekki borga mest í NATO, vilja fá Evrópuríki til að borga fyrir sig og ég meina þetta alltaf bara alveg rosalega, ég meina hugsa ykkur business modeli, þetta bara business model sko og svo bara núna þurfið þið að fara að byggja upp og þið þurfið að kaupa þetta af okkur, sko okkar hernaðarmaskinu. Við ætlum að draga úr útgjöldum til NATO og við ætlum að flytja þessi útgjöld yfir á ykkur og það verið að tala 5% hækkun á ríkisútgjöldum. 5% af landsframleiðslu sem þýðir umvel 15% af ríkisútgjöldum. Já, þetta það sem verið að leggja fyrir þessar þjóðir og að því að Bandaríkin að draga sig út úr þessu og líka að því að Trump að heimta peningana tilbaka. Þið svo miklu svona herfóringjar. Ekki samt eitthvað skrítið við það að það eru 450 milljónir í Evrópusambandinu. Þeir eru að byggja 300 milljónir í Bandaríkjunum að verja sig fyrir 140 milljónum Rússa. Ekki Evrópa aðeins svo mikið laumingi eitthvað neginn? Getur ekki bara séð þessi sjálfur? Ég engin hershöfðingi sko. Mér finnst bara að við séum að eyða svona miklum peningum í þetta að vera algjört rugl. Áfellisdómur yfir mannkyninu. Já, ég bara áfellisdómur yfir mannkyninu. Já, þú veist, erum við með, skilurðu, þú veist, erum við með svona akút, bara svona existential ógn bara sem eru að vistkerfin eru bara að hrynja í kringum okkur. Við erum búin að eyðileggja allt og svo ætlum við eitthvað að vera hella þú veist, byssur og hvað rugl? Hvaða rugl? Þetta svo mikið rugl. Hvað fullorðna fólkið í herberginu, skilurðu? Þú veist, ég bara eitthvað í einhverju samstarfi við Bandaríkin. Kannski er þetta bara eitthvað yfirvarp. Kannski er þetta bara það. Þetta er kannski bara það að við bara þessi þjóðarleiðtogar í heiminum þeir geta bara ekki horst í augu við það að vistkerfin að hrynja. Þú veist, businessfólki getur ekki, það getur enginn feysa, þú veist. Þetta er bara of stórt. Þetta er of stórt. Þetta er ekkert of stórt. Nei, ég veit það það samt, skilur, það virkar samt þannig og ég meina fólk bara það bara ræður ekki við að horfast í augu. Nei, og snúa þessari peningamaskinu við einhvern veginn eða breyta einhvern veginn fjárhagskerfi heimsins til þess að geta einhvern veginn bjargað vistkerfinu. Já, með einhvern tímpúti, þú veist, á hnattvætist, ég held að svona hugsa eins og ég sé Harari, eitthvað svona mannkynssagan. Þú veist, á einhvern tímpúti á hnattvætist allt og allar, þú veist, þjóðir heimsir eftir í tengslum hver við aðra. Heimsþorpið og svo einhvern veginn er bara einhver frekja sem að stýrir, það er eitthvað heimsveldi og svo er það náttúrulega vonlaust, þið veitir, því að það er bara bulli og svo erum við ekkert búin að finna út úr því hvernig, þú veist, þjóðir á þessar plánetu eiga einhvern veginn að sameinast að ráða sínum málum sjálf. Þannig við erum bara í einhver svona graut. Já, en svo það gerir ráð fyrir því að allir séu sammála að fara einhverja tiltekna braut. Nei, menn allir vilja lifa, skilur. Já, það er svona hugmynd sem var ríkjandi kannski. Við verðum að fara í áttina meira jafnrétti, við verðum að fara... Nei, bara burt sér frá því, bara halda okkur á lífi. Bara þú veist, byrjum þar, halda jörðinni lífvænlegri. Mjög lágur þröskuldur. Meiri frið og meiri jöfnuð og eitthvað fleira. En síðan er bara fólk sem segir, já, ég veit alveg, ég heyri hvað það segir, sko, en mér langar ekki að okkar. Mér langar ekki meira jafnrétti, ég held að, þú veist, við kallanir höfum ekkert greitt sérstaklega mikið á þessu, þannig að við viljum ekki meira því og við viljum jafnvel bakka þetta aðeins tilbaka og ég veit að þú ert að tala um að það sé eiginlega betra við séum í frið en okkur langar svolítið líka að vera í stríði og við getum grætt á því og þetta er bara sjónarmið sem eru það núti, þetta er bara raunveruleg sjónarmið. Ég veit það, en þú veist, það er svo skrítið fyrst mér að það sé ekki eitthvað fullorðið fólk sem er bara eitthvað ok, en þú veist, það er existential ógn, þú veist, það er eins og að vera geimverur bara að miða okkur leysigeisla og við erum bara öll eitthvað, nei, mér finnst þetta kynrænt sjálfræði nú vera, þú veist, þetta er eitthvað samist það að við viljum lifa af á plánetunni, skilja, það er algjört lágmark og það finnst ekki eins og vera hægt, þannig að En í ræðu hans Hegseth sem vildi vera stríðsmálaráðherra yfir hershöfðingunum, þá sagði hann til dæmis að það verður ekkert meira lofslagskjaftaði hér. Og eitthvað rafmagnsskriðdrekar og eitthvað svona rugl, við bara hættu þessu. Og það verður, konur verða bara að ganga í karlmannsfötum, eða er það náði. Það verður í hernum. Þetta er profession fyrir svona menni sem mig, sagði hann. Það er náttúrulega alveg ótrúlega merkilt þetta sem þú ert að tala um núna með
til þess með jafnrétti, það virðist ekki okkur hefur ekki tekist ennþá konum að gera það sem kannski við vildum fyrir utan að ná jafnrétti á öllum mögulegum sviðum, þá höfum við heldur ekki við höfum engin völd í þessum heimi. Við getum til dæmis ekki snúið haft áhrif á til dæmis að koma á friði eða snúa þessari maskínu einhvern veginn við. Við höfum ekki aðgang að peningum. Það eru auðvitað til einhverjar konur sem að eiga peninga og stjórna fyrirtækjum, stór fyrirtækjum út í heimi. En ég meina svona almennt, ef við skoðum konur almennt í heiminum, þá hafa þær ekki náð... Við erum að missa völd, Við erum frekar að missa það sem við höfum. Missa það sem við höfum þegar áorkað, eins og í Bandaríkjunum getur við skýrt, það er nú bara svo skýrt þar, sko. Með öllum þessum breytingum sem þar eru eiga sér stað og þar eiga bara að vera 2 kyn. Nú má ekki... Það er náttúrulega bara allt partur okkur autokratisma, sko. Ég meina það er náttúrulega, það er, sko, þetta er svolítið eins og þetta, þegar við erum að ræða þetta, eins og þetta viðtal hérna hjá Snorra og þeim og þessi viðhorf sem eru þar að koma fram, þetta er náttúrulega bara allt einhver svona, það er bara verið að búa til einhvern sameiginlegan óvin. Skilju, þetta snýst allt það, þá búa til einhvern sameiginlegan óvin sem er hægt að sameina fólk að vera eitthvað á móti og hver er, hentugastur í það er náttúrulega veikasti hópurinn, að það er þægilegt að gera hann að sameiginlega óvininum og ég meina í raun og veru eru konur líka, mér finnst alltaf pínu fyndið, en ég veit að það er rétt, en það er samt mjög fyndið í raun og veru að alltaf vera að tala konur sem minnihlutahóp. Já, það er náttúrulega bara út í það eru fleiri konur í heiminum heldur en karlmenn, skiljið, en við erum samt minnihlutahópur og þetta er í raun og veru alveg ótrúlegt. Fólk heldur það nota bara þetta orð yfir, við erum flokkuð með minnihlutahóp, flokkar með minnihlutahópum. Það er út af því að valda jafnvægið er svo skakt. Já, ég er ekki sammálaður, Gunnar Smári, þú segir að strákar karlmennirnir vilja bara svolítið stríð. Ég spyr mig bara... Ég er bara að benda á þessu saman. Ég er nefnilega að hugsa rosalega mikið um sambandi við þessa hernaríkju. Hvað myndi gerast, ég hef oft hugsað það, hvað myndi nú gerast ef að bara karlmennirnir sem eru í þessum herjum myndi bara reynilega segja rússneskir hermenn bara við bara nennum þess ekki lengur, við förum ekki lengur. Sko þetta byggir alltaf náttúrulega á einhvers konar hlýðni og náttúrulega kúgun sem sko þá, nú getum við bara, nú förum við kannski bara út í sálfræðina, þetta er og heilaþvotti, þetta er svo sálfræðilegt. Ég hef oft hugsað sko bara fyrr og seinni heimsstyrjöldina og alla ungu mennina sem var þar á forræðið og ég meina, af hverju rísa kallmenn ekki upp gegn þessu? Þetta ég oft spurt með þessu, bara í hvað er þetta? Þeir gera það er mikill landflótti frá Úkraínu til dæmis og hefur komið hingað, það komið frem í fréttunum að það er fleiri kallmenn á herskyldualdri sem að leita hér hælis. Já, ég veit að það er alltaf einhver hluti sem þorir. Og þannig er við komin með að kjarkinum sko bara, að þetta að þora að fara gegn straumnum, að þora að gera hluti sem eru, vera óhlýðin. Þetta er kannski menn sem að taka ákvörðum bara út af því að þeir vita að ef ég sendur á fremstu vílinu þá er bara ólíklegt að ég komi heilt tilbaka. Nákvæmlega. Þannig ég verið að berga lífið mínu og bara flýja. Já. Og svo er þetta líka bara fátækt þessu Bandaríkjunum, það eru svo margir hermenn sem að fara á okkur díl þar sem að þeir hafa gefna háskólanámi, herinn, sponsoraði skóla. Svona ákveðin radikalismi þannig. Nei, ég er nú með að meina þegar að stríðin eru byrjuð, sko. En það er alveg rétt hjá þér og það er náttúrulega sama í mjög mörgum löndum, það er náttúrulega í Rússlandi líka og öllum löndum þar sem eru herjir, hvað segir maður, herjir, að þar er sko, þar eru náttúrulega hermennirnir á einhverjum, mála, þeir eru náttúrulega með samning við, þeir eru ráðnir af ríkisvaldinu til þess að gegna þess að þjónustu. Það eru alltaf konur eins og Greta Thunberg og Magga-Stína sem að reyna að beita sínum aðferðum. Já. Magga-Stína er líklega að lenda í Istanbul núna. Já. Þetta er að vera sleppt úr haldi. Já. Mér langar til að segja eitt um það, ef ég má. Sko, það er búið að vera alls svakaleg hatus umræði, svo maður segja, orðræða allt hennar framtak í þessum málum og það er náttúrulega, sem lýsir náttúrulega líka alveg opboðslegu virðingarleysi gagnvart sko henni sem mannesku og sem baráttukonu. Þetta er bara svo mikið virðingarleysi, ókurteisi og ofbeldi og allt það.
en sko leið get ég alveg séð það, eða mér finnst hún og Greta Thunberg reynda líka, þetta eru kjarkmiklar konur og það þarf alveg rosalega kjark til að sína bæði borgaralega óhlýðni og líka til þess að vera svona aðgerða sinni. Ég ætla bara að segja ykkur bara sem dæmi að þegar ég var yngri þá lokaði ég á svona fleirum öllum hliðum Keflavíkurflugvallar til þess að mótmæla því að bandaríski herinn væri á Íslandi og það var alveg engin smá aðgerð og auðvitað var maður alveg með skítin í buxunum. Ég meina, hvernig þið maður með höndlar af lögreglu og yfirvöldum og allt það og það þarf rosalega kjark til að yfirleitt bara að mótmæla. En þessi mótmæli sem bæði hjá Möggustínu og líka hjá Thunberg komum aftur að því í raun og veru sviðsettur mótmæla gjörningur og að því leitinu til þetta líka einhver list. Mér finnst bara frábært að við höfum haft þarna íslenska konu fulltrúa. Ég verð bara að segja það. Mér finnst það bara algjörlega geggjað. En ég hjó eftir einu í þessum hattursumælum öllum. Af því að við erum búin að vera í þessu líka, af því að við erum á listamannalauna tímabilinu, að allt í einu var það ofan í hatursvæðina, hún væri náttúrulega Hamas-liði og ætti að steikjast þarna í helvíti með hinum og allt þetta, að hún væri listamanna ræfilstuska á styrkjum frá ríkinu, ítrekað. Og það var líka svo mikið hatur í því og það bara svona Ég efast nú að Magga-Stína segja stórum styrkjum. Já, ég meina... Í hvað sjóðu ætti hún að segja? Já, ég segi það. Hún geti sótt tónflytjendasjóð. Ég veit ekki hvort hún hefur nokkuð dæmi. Vitið hvað ég meina? Þannig að tala um þetta lúmska hatur. Það er líka verið að búa til listamenn sem einhvern sameiginlega nóvin. Og ég meina þetta er náttúrulega svo hlægilegt. En það er samt líka, það held ég að segja líka bara til um það að listamenn hafa að það ráðist á, það ráðast á fólk eins og Andra Snæ og rithöfunda sérstaklega, það er mjög fyndið, það er enginn að ráðast á okkur að dansara sem að fá, það er eitthvað svona fucking Hallgrímur Helgason og Andri Snær, og það fer alltaf beint þangað, sem að nota sína rödd. Já, nákvæmlega. En það segir okkur líka bara, að það eru öflugar mjög mikilvægar raddir sem eru að reyta fólk náttúrulega til reiði. En fólk er kannski slá tilbaka því að sumir eins og Hlín að segja að þetta séu bara pleppar þarna einu minn. Þau náttúrulega slá tilbaka og ráðast á listanum. Já, það má stundum segja eitthvað, skilur. Það er ekki endalaust hægt að sitja bara undir hattursorðinni og svo maður verður, passa okkur að mók ekki. Það er líka svona tónpolísing, skilur. Magga-Stína er búin að vera undir þessu í meira en 2 ár, eða ekki? Jú. Bara ótrúlega... Fremst í flokki. Já, hún er líka búin að verða fyrir mestri í þessari hafði svona sérstaklega sess að því öllu líkaði vel við Möggustínu. Það er bara eitthvað við karakter hennar og... Hún var vinsælsöngkona. Og er vinsælsöngkona. Vinsælsöngkona og bara hvernig, röddin á henni og hún er bara einhvern veginn, það er eitthvað við hana sem er svo bjart og falleg. Og hún kemur með það í mótmæli og leggur það fram. Já. Og ég held að það sé hluti af þessu, hvað hún fær mikla hatur yfir sig. Já. Er það hverju hún fórnar? Já. Hún er líka emitt og svo hún er líka kona og hún er komin á besta aldur. Já, og svo er það hún tekar í mörg svona hún á að því hún lítur út eins og hún lítur út þá á hún að vera öðruvísi en hún svo er. Já. Það er vont fyrir marga. En hún er fengið ótrúlega guðsur yfir sig í 2 ár eða svo. Já, og núna þessar síðustu guðsur náttúrulega eru svakalegar en ef maður bara skoðar þetta náttúrulega og það þarf ekki að kannski segja það hér, auðvitað er þetta náttúrulega bara hennar gjörningur og líka gjörningur Gretu Thunberg og þeirra allar sem tóku þátt í þessu er náttúrulega bara rosalega mikið statement bara hérna viljum við bara sýna heiminum fram og við erum tilbúin til að taka þetta skref og styðja Palestínumenn og mótmæla þessu þjóðamorði en það er eins og það er svo oft sem að fólk blandar þá því sama við það sem heitir exhibitionismi eða sýniþörf og auðvitað er kannski hluti einhver sýniþörf líka sem er í okkur öllum og það er kannski bara eðlilegt, það er hluti af mannssálin að vilja sýna sig og vinna til afreka
og auðvitað það líka hluti af þessu, en það þarf samt sem áður, ábúslega, það eins og bara að vera listamaður, bara rithöfundur eða myndlistamaður sem vill eitthvað. Mér finnst það nefnilega hafa báðar gert þetta mjög vel. Á blaðamannafundinum í Stokkólm þá Greta spurði hvernig var farið með þig í fangelsinu. Þannig að ég kýs að ræða það ekki því að það náttúrulega verið að drepa börn á kassa. Og hvað varstu, það rétt að þú hefur verið vafinn inn í Ísland? Já, ég vil ekki vera að svara það vegna þess að við eigum að vera með fókusun á þeim þjóðarmorðinu sem er í gangi. Nákvæmlega, og mér fannst Margrétin að gera þetta sama í viðtalið á Stöð 2. Það er alltaf svona, eftir ekki kvíði fyrir að það verið handtekinn, þá hélt hún alltaf með fókusinn á hinu raunverulegu fórnarlömbum. En þetta er það sem fjölmiðlarnir gera alltaf, þeir reyna alltaf að einhvern veginn að beina umræðin eitthvað annað. Sko, á einhvern stað sem er algjörlega ómikilvæg, eða er ekki sá mikilvægasti. Samúðin liggur hjá hvíta Vesturlanda að búa nefn alltaf. Já, og þetta líka fá okkur að sensasjón. Hvernig ertu ekki rædd við það, hvernig munu meðhöndlaði og allt þetta. Ég meina, þetta er eitthvað svona... Hvernig líður þér? Já, þetta fer út í hérna, hvað er það nú aftur kallað hérna í blaðamennskunni, eða þegar er verið að allar þessar örlaga og tilfinningaklám og hörmungaklám og allt þetta er hörmungaklám. En þetta er náttúrulega líka bara til þess að, þú veist, íta undir þessar raddir sem að kalla hana athyglisjúka og allt þetta hér. Ég meina, þú veist, það er náttúrulega bara, þetta er allt bara clickbaits. Það er verið að leita endast að því skilur það. Ef það er hægt að skrifa, þú veist, ef það er hægt að skrifa yfirskriftina í fréttina Maggastína hrædd við Ísraelsmenn, þú veist, það voru allir hattursmennirnir bara að byrja, þú veist. En svo ætla ég að segja eitt hérna líka í sambandi við þetta allt saman sem ég finnst vera mjög mikilvægt, og það er, ég held líka þessar raddir, þessar hattursraddir gegn listamönnum og rithöfundum og fólki sem að stígur fram fyrir og sker sig úr, þetta er öfund. Þetta fólk það öfunda þá sem þora stíga fram. Ég held að sé stór þáttur í þessu, í hattursumræðinu, sko gegn listamönnum og gegn fólki eins og Möggustínu og fleirum sem að eru raunverulegir aðgerðasinnar. Þó að auðvitað megi líka gagnrýna aðgerðasinna og framkomi þeirra og allt það og framkomi okkar allra. En það er eitthvað í þessu að það er innifalið í þessu einhver öfund, sko, og þá skulum við taka þessa mannsku niður. Ég held að það sé, ég er sammála þessu. Ég fekk svona uppljómun eins og ég sá það viðtal við einhvern mann í bandarísku sjónvarpi það hvort það ætti að fella niður skólagjöld í háskóla og hann var svo harður á móti því að því að sko hann hafði borgað sín skólagjöld og hann hafði unnið dag og nótt 3 vinnur til að drösla sér í gegnum skólan og fært svo mikla fórnir og hann var bara, ég vil ekki, þú veist, á sem bara næsta kynslóð að fá þetta ókeypis, þú veist, og maður sér þetta, maður sjá þetta stundum líka í, þú veist, mismunandi kynslóðum, þú veist, feminista og þú veist, út allt einhvern veginn, að þegar baráttan, þú veist, færist á hver næsta skref, að þá er eitthvað svona, og ég finn þetta sjálf bara svona ungir feministar sem kannski leyfa sér hluti sem maður hefði ekki gert, þú veist, fyrir 20 árum eða eitthvað. Þetta er, þú veist, þetta er alveg held ég, bara þessi mannlega tilfinning. Ég held það nefnilega. Akkur þess að fá eitthvað, þú veist, akkur hún að fá að sitja á listamannalaunum og bara gera eitthvað, sem ég fékk ekki. Aldrei hef ég fengið að skapa bara nei. En ég er bara svo bitur og gremja. Já, bitur og gremja, sko. Þetta er mjög sterkt afl. Og líka svona, hvað er hún eitthvað neina að tróða sér fram og eitthvað svona. Já, glenna sér. En mér finnst samt mikilvægt í þessar umræðu að sko nú svo byrja núna og stuðningurinn við Möggustínu er líka svona, nú er hún bara allt í einu orðin sko náttúrulega allir að mæra hana sem hetju og allir að mæra, nú er líka komið annað píslavottur. Mér líkar það ekki. Hún er engin píslavottur. Hún er bara fyrst og fremst, eða hvað, hún er baráttu manneskja og hún hefur sýnt það og hún gerir það, hún sviðsetur þetta bara mjög vel og kann það. Já, ég meina þetta er náttúrulega gjörningur. Þetta er það. En þú veist, er þetta sem ekki meira en gjörningur? Jú, það er ekki bara gjörningur. Þetta er aðgerð, þú veist, það er bara beint inn í heimspólitíkina að því að hver, þú veist, íslenskur og portugalskur og sænskur ríkisborgar, þú veist, á þessum bátum eru að involvera sína ríkisstjórn í diplomatiska írskur læknir hana kona sem var ykkur viðtali. Þetta tók svo mjög vel og maður sá það var sérstaklega til þess á Ítalíu og Spáni, það var þetta miklu meiri áhrif heldur hérna í norðurinu og þeir voru að senda freigátu til þess að verja flottan og fleira svo reynda að dróða sér tilbaka. Þannig var það ekki Greta Thunberg sem byrjaði, það var hún byrjaði, hún fór fyrirferðina.
13 milljónir. Nei, þetta verið gert áður held ég, Já, fyrir 2023. Já, en ég meina í þessu sambandi núna, við þjóðamorðið núna, þá er það Greta Thunberg sem byrjar, hún fer í fyrri ferðina. Og fleiri. Já, og fleiri. Já, hún var andlitið út á við, sko. En hérna... Það sagði ykkur, feminismi, það verið að búa til kvennaverkvalls. Frábært. Já, Flott. það er 50 ár síðan að stóra kvennaverkvalli var. Já. Þá var okkur konum bara gert að fara út allt. Ég hélt ræð á Siglufirði, alþjóðhúsin á Siglufirði, yfir siglfiskum konum. Sem voru í verkvalli? Sem voru í verkvalli, að því að þá var ég í svo opbóðslega miklum vinstri sinnum kommunista-samtökum að allir voru að gera skyldu sína, voru sendir bara út af örkinni. En það var náttúrulega, mér finnst þetta gaman að það sé aftur verið að tala verkfall núna. Því þetta var náttúrulega, þetta var ægilegur vandræðagangur með þetta orð náttúrulega á sínum tíma. Það var þetta hétt kvennafrídagur. Það var að heita kvennafrídagur af því að þú veist, það fjalli ekki undir lagalegar skilgreiningar á verkfalli. Nei, þetta var til þess að fá hægri konunda með, þetta var kvennasamstaðan. Það var líka, ég var að lesa þetta bara síðast í morgun, það greinar þetta, að það voru bara svo lögfræðingar að skoða hvort þær kæmust upp með að kalla þetta verkfall. Þetta er ólöglegt verkfall núna, þá má ekki fara í verkfall nema þessi liður í kjaradeilu sem að vísa hefur verið til sáttasemjara. Einmitt, og það er þess vegna sem ég finnst gaman að við séum svolítið að ríkleima þetta orð aftur og bara nota það samt. Og þetta náum við til fleiri kvenna líka. Já, en bara málar ég held að við erum bara í allt heimi í dag heldur en fyrir 50 árum síðan. Og ætlum við að leggja niður vinnu? Já, sjálfsögðu. Mér finnst vera stemning fyrir þessu í mínum, þeim kvennaröðum sem ég þekki til. Já, mér finnst það líka. Já, þú veist, já. Þetta er svona samstaða. Og ég held líka bara, náttúrulega, þú veist, þetta býtur ekki jafn mikið þetta núna vegna þess að það er náttúrulega bara flestir vinnustaðir sem eru, þú veist, sína skilning og allt það, sko. En hafa verið svona kvennaverkföll núna á undanförnum árum á ákveðnum, eða ekki, á 24. október? Já, frá 1452. Sko, 2023 var stór. Já, 2023 var fundur, rísa. Já, það hafa verið nokkri risafundir. Og 2005 var náttúrulega, já. Það hafa verið, þetta byrjar kl. 1452 og reikna einhvern út frá launa með kynjana. En núna verður allir dagurinn. Núna er verið að tala allan daginn, bara leggja niður vinnu þennan dag. Eins og var gert fyrir 50 árum síðan. Já, en það sem gerist þá það verður þá bara dreigið af launum kvennana. Nei, ég veit ekki. Það er ekki eiginlega skilur þess til að vera í verkvalli, man getur ekki verið á launum. Jú, en ég held allan að til dæmis eins og Reykjavík borg. Þú ert að neita því að fara laun. Já, ég er nú bara að borga sjálfur með laun, ég kannski borga mér bara engin laun annan dag. Það er alltaf meiri hlutin af mínu launum komum bara frá sjálfur mér. Þið muni ekkert eftir þessu Hlín hélt ræðu? Ég var ekki fædd, sko. Þær voru ekki fæddar, en ég var nú svo ung líka. Ég var mætt þarna nýrtir, mamma var á sviðinu og svona. Ég var 22. Og systir mín 10 ára, 11 ára var að passa mig fyrir neðan sviðið af því að mamma var upp á sviðið að syngja. Já. Ég held að það sé líka eitthvað sem við hefum ekki vanmetað hvað þetta er svona mikið, svona út fyrir landsteinana að þá finnst fólki þetta vera ótrúlega flott og þetta fyrirmyndar. Þetta vekur mikla athygli. Heimildarmyndinar Hrafnhildar Gunnars. Mér langar svo að sjá hana. Hún er að slá í gegn á hátíðum. Hún fer út allt með þetta. Ég ætla að fá hana hérna í viðtal út annari mynd og hún er eitthvað starf í Ameríku að sína þessa mynd. Já. Svo fólk er að vera að sína þetta í flugleiðavélum. Það er nú gott. Er hún ekki bandarísk sem er leikstjóri? Sem er með henni. Sem er leikstjóri. Svona framleiðandi. Ég elskar að skilja hvernig þetta flugleiðavélar. Flugleiðavélar? Icelandair. Ég er að horfa á leiðinni. Já, hún verður, já. Ég fatt allt hérna núna að þú ert náttúrulega barnabarn Laxness. Ég ætla að sitja hjá í Það er svolítið skemmtilegt umræðefni. Já, það er skemmtilegt umræðefni. Það væri mikið hægt að segja það. Hvað viltu segja það? Já, ég vil bara segja það að ég er nú ekki búin að kynna mér þessa umræði sem hefur orðið núna þetta alveg nákvæmlega en
ég er á þeirri skoðun, ég sá aðeins í gær eitthvað skrifað um þetta, það sé vissulega ekki búið að taka allan Laxness út úr námsefninu en heldur það eru eitthvað pínlítið eftir af einhverjum smásögum og ljóðum en það er þessar heil stóru skáldsögurnar, þessar stóru þekktustu skáldsögur sem að þau þurfa ekki lengur eða er ekki lengur. 18 ára framhaldsskóla stúlka heima hjá mér og hún er að búin að fara í 2 próf og er að skrifa ritgerð sjálfstætt fólk. Hún er væntanlega í menntaskólanum við Hamralið. Sem að Ég mér skilst að sé eini skóli. Ég spurði hana, er þetta ekki leiðileg bók? Nei, þetta er frábær bók. Já, ég held að þetta fjalli allt kennarana. Hvernig kennararnir koma efninu á framfæri við nemendur. Þórdís, hvað segir þú um það? Ég sammála. Maður minni menntaskóla mér finnst bara allar almennilegar menningarþjóðir kenna sína stóru bókmenntir í skólum, hvort sem að það eru englendingar eða ítalir eða hvað skilurðu. Það þarf að gera vel, að sjálfsögðu þarf að gera það almennilega og þú veist, mér finnst bara svo lengi núna sem part af, þú veist, ég veit ekki, nýfrjálshyggju, einhverju svona stemmingu. Í skólakerfinu. Já, bara samfélaginu, að hugvísindin eru svona fótum tróðin og eru að ítast út úr bara háskólum, þau eru að loka bara deildum. Miklu minni peningar. Miklu minni peningar einhvern veginn sem ég held að sé bara algjört, bara svona harakiri fyrir samfélag að gera og mér finnst þetta svona má vera eitthvað svona þáttur í því að því að svo kemur eitthvað svona þjóðernir sinna rittarar og ég hefði gefið svo mikið fyrir að vita hvað að Halldór Laxness hefði haft að segja miðflokksmenn. Ég satt í gær, pikkaði alþýðubókina og eitthvað svona var að lesa. Því miður þá getum við ekki spurt Laxness að þessu en við erum með Viltu segja? Það er auðvitað bara mjög hættulegt þegar ef svona einhverju svona harðir þjóðmenningar sinnar ætla að fara að stjórna hvað við lesum og hvað við horfum á og svona. Við viljum það auðvitað ekki. Nei. Þeir eru mjög duglegir að vísa til sögunar. En ég segi eins og þú, ég held að þetta sé partur af, þú veist, það er líka, ég á líka menntaskólastúlku og ég meina núna er búið að tróða þessu náminir í 3 ár. Já, það er bara stór hluti af þessu. Og það var bara pínt í gegn. Stutt síðan að það var breytt, þú veist, hennar árgangur til þeim sem við farið í gegnum allar þessar breytingar á skólakerfinu alveg síðan hún var bara lítil einhvern veginn, þannig að þú veist, þetta er alls konar. Já, þetta er alls konar. Svo er þetta líka þannig. 2000 árganginum og þau lentu bara í öllu, það var alltaf verið að miða með 2000 árgang, meðal annars þessa styttingu sem var náttúrulega svo illa og hróðvirknislega unnin á sínum tíma, það var náttúrulega engu lagi líkt. Og við sáum þetta náttúrulega mjög mikið í listkennslunni. Að þú veist, það er bara, krakkarnir hrökklast bara út úr tónlistanámi og út úr alls konar námi af því að það bara, það er ekkert rými lengur fyrir krakka að bara sinna sínum hugðarefnum. Nei, og menntaskólinn á að vera til að kenna okkur að lesa bækur líka. Menntaskólinn á að vera líka til þess að kenna okkur að vera í samfélagi. Já. Það er það sem hann á að gera, fyrst og fremst. Og mér finnst þetta svo mikil uppgjöf. Já, þetta er að það sé verið að hætta að kenna þessar bækur, ég meina þetta eru bara, svo ég bara fullyrði hér, eins og ég veit ekki hvað, best skrifuðu bækur sem Íslendingar hafa átt. Það er bara þannig, að mínu mati. En þetta er ekkert auðvelt fyrir krakka í dag sem að valla eru mörg hver bara sæmilega læs á íslensku að komast í gegnum bækurnar hans að það eru stafsættar öðruvísu allt þetta hér og mikið af dönsku sleppur. Byrja á réttri bók fyrir unglingana. Ég þarf kannski að tala um orðaforðan líka já, ég meina okkur ekki lesa Sölkuvölku eða Brekkukotsannál eða eitthvað svona sem að kannski þau tengja þá eitthvað betur við heldur en eitthvað. Og okkur ekki bara hafa góðar orðskýringar og hafa góða kennara og allt þetta. Sem eru þetta til. Það var ekki líka verið að tala um að Íslendingasögurnar væri útleið. Jú, það eru líka útleið. Nú er það? Já, það eru líka útleið. Ég held að sé bara alltaf, þetta er Dóttir mín, hún er líka með Njálu núna, sko. Þetta er eitthvað miskild, þetta er eitthvað ofsalega miskilin, eitthvað að vera að hlífa þeim við eitthvað sem gæti verið erfitt fyrir þau. Þau eru að lesa mikið var ég að lesa eitthvað bara nýrri bókum sem er bara eftir núlifandi höfunda og eitthvað svona sem eru margar hverjir auðvitað algjörlega frábærar
En þetta bara að mínum sko, að ég meina, má ekki, sko, það má ekki taka þetta út. Nei, en þetta bara alveg svo með allt grundvallanáma því nú náttúrulega var menntaskólinn styttur niður í 3 ár, að ég meina í náttúrulega hinu hefðbundna gamla klassíska menntaskólanámi þá lærðu nemendur náttúrulega til dæmis bara fornmáli eins og grísku og latínu og menntuðust nokkur ekki margir, þú gást valið þú gást líka valið að fara í svolítið deild þú gást valið að fara í máladeild og gást valið latínu, ég gat það allavega það er hægt ennþá, það er í einum það er í menntaskólanum í Reykjavík og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að það sé að nemendur í menntaskóla fái í einhvern klassískan grunn til að standa á og það verður náttúrulega að segja að ég ætla nú ekki að fullir það að bækur Laxness séu best skrifuðu bækur sem hafa verið skrifar á Íslandi alls ekki, en hann er náttúrulega, hann er stólpi og súla hann er bara eins og eina hofsúlunum sko í grísku hérna hofunum sko, menn hann er undirstaða fyrir okkur. En kannski væri bara gaman það væri rosa gaman í fjölmiðlum ef maður myndi heyra bara íslensku kennarana að fá eitthvað að tjá sig um þetta. Það var held ég að væri... Við skulum bara redda því fyrir því í næstu viku. Ég til dæmis, yngri dóttir mín var í Hjallastefnunni, þar lesa þau alltaf Íslendingasögu á vorin og svo fara þau í vorferð á staðinn og það er bara val hjá kennurum, þú veist, og þau setja það fram fyrir eitthvað sem er 8 ára eða 9 ára og það er bara geggjað spennandi, þið vitið. Svo er þetta svona lagstæluferð í Dalina og svona. Já, og það er rosa gaman, sko, dóttir mín að læra lagstælu núna, þetta er bara hasar og drama. Skemmtilegt þegar þau eru lítil og þú veist, ævintýramyndir og allt þetta vikingastótt. Það er bara allt fjallar framsetningu, aðferðir, hvernig kennslan og allt, hvernig þetta er kynnt og hvernig, og svo er náttúrulega, það er ekki þetta náttúrulega þvinga neitt til að lesa eitthvað sem maður vill ekki lesa og það er náttúrulega ef að bók er hendi og svo þú átt að lesa þetta og þú átt að skrifa ritgerð upp úr þessu, ég meina þetta er ekki svona ég var sjálf 16 ára að láta lesa Njálu í menntaskólanum við Hamrahlíð og ég fekk 1,0 og ég fannst rosa gaman að lesa það tók mig mörg ár að jafna mig á þessu að ég fekk 1,0 fyrir ritgerðina. Ég las líka Njálu í MH og ég var nefnilega, ég var svo mikið ég var svo mikið ADHD, ég var svo mikið svona kvíðastundum og verkstól, þannig að ég var ofslega mörgum áfengum og hafði alltaf gengið ægilega vel í íslensku, en þarna var ég bara ekki búin að lesa bókina og ég var að fara próf og ég las hana nóttina heldur mig bara upp á stóra kunna labþunnu kaffi svo ég geti verið að sulla í því alla nóttina og ég vakti alla nóttina og ég las og ég fekk sko ekki 1,0 ég fekk 1,0, fekk 10 ég var bara með að ég mundi náttúrulega kannski einasta smáatriði sem að gerðist í bókinni mæli samt ekki með þessari aðferð fyrir fólk að læra alveg ef þú ert í framhaldsskóla og ert að horfa á þennan þátt ekki fara að dæmi það ætlaði ekki að segja það hafa virkað vel fyrir mig en það sagði eins og Njálsa og sagði eins og sjálfstætt fólk til dæmis bara því þetta eru flotta bækur þetta er engar bækur sem að unglingar geta bara lesið í einhverju stuttum tíma þetta þarf yfirlegu en þetta þarf að kenna, ég meina þegar ég var í FB þá var ég bara með ótrúlega góða íslensku kennar og það var bara virkilega gaman að lesa svona bækur. Þegar ég var í 12 ára bekk þá settu við upp Íslandslökkuna og ég leik Jón Regnesson og Ingvar í Sigurðarklissin í skólafrömmuði þá var það hluti að ná vinna. Einmitt eins og við sögum, það er hægt að gera hlutina skemmtilega. Ég hef verið að hugsa um þetta því að ég er til stundum í leikhús og það var verið að setja upp verk Laxness. Og ég hef verið að hugsa við þurfum helst að gleyma honum í smá stund sko. Það er svo fyrirferða mikil eitthvað svona móttökusaga sem er þarna sem að sko við komumst ekki einhvern veginn út úr. En ég veist að kannski verið bara gott fyrir okkur að gleyma Laxness í svona 30 ár og endur ykkur þann. Það er eitthvað svona þyngsl í þessu, það kannski frekar svona við sem erum eldri sem að... Svo er auðvitað hann orðin mjög gamall fyrir krakka sem eru fædd, þú veist, á þessari öld. Ef einhver kynslóð fengi bara endurukkutan, í staðan fyrir að vera einhvern veginn ætla að lesa hann eins og viðlásum hann og allt þetta. En það er bara eins og með svona bækur, eins og Íslendingasögurnar, eins og Njálssögur til dæmis, það er alltaf verið við erum alltaf að endurukkuta þessa bók. Og ég meina allar góðar sígildar bókmyndir eru þannig að þú þarft að uppgöta þær aftur og aftur eftir því sem að líður á ævina. En svona umræðan Laxness er ekki alveg svona, hún er ekki alveg frjáls sko.
Nei, en samt finnst mér nú, ég verð nú að segja það, Þórdís er nú hérna ungur, ég myndi segja ungur rithöfundur sem hefur slegið í gegn og það er búið að endur ungur svo lengi í þessum bransa. En ég meina sko, hérna, það er búið að, íslenska rithöfundastéttin hefur endurnýjast á undanförnum árum og kannski mættu við alveg beina meira ljósi að þessum, og hún er Þórdís ung, hún er komin yfir 40, eða ekki? Já, ég meina gætum alveg beint líka ljósina þessum höfundum sem hafa líka verið að koma fram á undanförnum, skulle segja 10-15 árum. Já, ég held að það sé mitt verið búið að gera það, sko. Já, það er gert. Já, mikið konum og hérna og kannski bókmenntir sem Auður bara beint Afa hefur út úr verið mikið deiglunni. lesin. Ég held að Ragnheiður dóttir mín, sko, ég held að hann lesi 3 bækur eftir Auðu Öfu, sko, á sínum menntaskóla árum, sko. Það er kannski ómikið. Já, ég meina, nei, ég veit það ekki. Ég meina, og fullt af öðrum bókum líka, skilur. Jú, það En þau eru bara að fá annan Nóbel. Auður þarf að taka Nóbelinn og þá getur við fókusir á hana í svona 50 ár. Svo getur fólk farið að endur uppgöta Laxness. En ég er alveg sammála þess að þú segir, Gunnarsson, þetta að gleyma hlutum, það er nefnilega mjög gott. Það sérstaklega leikhúsinu, það er alltaf eitthvað svona þyngst í kringum uppfærsluna og eins og við skuldum eitthvað. Mér finnst þetta vanta að mætti bara það kæmi allt í einu bara eitthvað mér finnst það næstu sjást að fólki í Þjóðleikhúsinu síðan sem hann Þorleifur sett upp. Já. Svona fram, svona yfir miðja sýningu, sá einhvern veginn kom bara hérna uppfærslu sagan á þessu verki og át sýninguna, sko. Því að þeim leit út eins og ætluðu að loksis að koma með Bjart með sá skeppnu sem hann er. Mér finnst hérna að þið voru að tala um bíómyndina. Já. Þeir voru að bli blóta eftir sama leikstjóra. Já, einmitt. Mér finnst það besta uppfærsla á sjálfstæða fólki sem er ekki sjálfstæða fólk. Já. Því að skeppnan sem er það. Já, það er rosaleg mynd. Byrta þannig. Já. Og ég skil að en við höfum alltaf að finna einhvern veginn til með honum og hlæja með honum og svona. Og við eigum ekki að hlæja með honum. Ég held að það hefði ekki verið skrifað til þess að við varum að hlæja þessu helvíti. Að skemma fyrir sjálfum sér svo við erum alltaf að gera. Það er sérst ástæða fyrir því að ég er með þessa skoðun á Laxness að því ég fekk Laxness æði, ég var 12 ára. Ég las allar skáldsögurnar hans. Algjör nörd, sko, krakki, bókanörd. Og nema, sko, sjálfsagt fólk var alltaf bókin sem ég eiginlega gat allar lesið. Og bara síðan, ég get ekki lesið hann. Er það að meina þetta? Já, ég elska sko svo marga bækur eftir Laxness, sko. Getur ekki lesið hann sem er... Nei, ég get ekki lesið Bjart. Þú vilt ekki nefna hann. Nei, ég get alltaf sagt nafnið. Ég gat ekki lesið Bjart og ég þurfti að lesa hana aftur. Ég las hana þannig að ég var 12 ára með Herkjum og svo þurfti ég að lesa hana aftur í menntaskóla og ég bara átti svo erfitt með það. Ég gat það ekki. Það er einhver samlíðan þarna með þessum konum í kringum hann sem að ég tók svo óbúslega nærri mér og miklu meira nærri mér heldur en til dæmis aðrar sögupersonur eins og Sölku? Já, Sölku, hún er náttúrulega... Hún verður nú líka fyrir ýmsu. Já, heldur betur. Hún er náttúrulega miklu sterkari karakter, skiluru, í grunninn heldur en þær, skiluru. Já. En þetta er, þú veist, þannig að þetta er ástæðan fyrir að ég get ennþá bara, ef mér líður illa, þú veist, þá þarf ég bara að opna heimsljós og lesa bara vissa svona kafla úr þeirri bók til þess að bara líða betur. En það er alveg rétt sem Gunnar að segja að þetta er náttúrulega Laxness og allt í sambandi við Laxness, við erum undir miklu oki. Sko, sem er ekkert endur frá höfundunum, heldur er einhvern veginn bara svona framsetningarsaga. Það er umræðan og bókmenntafræðingarnir og bókmenntafræðin, þetta er eins og þegar verið að setja upp Shakespeare, sko, leikstjóra sagt, sko, til þess að geta sett upp Hamlet eins og enn eða þessi frægustu verk Shakespeare, þá þurfum við að gleyma í raun og veru Shakespeare, gleyma honum og gleyma öllur umræðinum Shakespeare og öllum fræðunum og öllum til þess að hafa eitthvað frelsi gagvart verkinu. Því maður þarf að hafa, þegar maður er að lesa þá þarf maður að hafa frelsi gagvart sko textanum og allir umræðin textan til þess að geta einhvern veginn mynda sér skoðanir sjálfur. Skiljið hvað er að tala um? Ég væri til í til þess að þið nefnir Sölku, sko, ég væri til í uppfærslu á henni þar sem að ofbeldi kæmi bara sterkar fram heldur en að maður séð á sýningum hingað til. Já. Mér finnst það alltaf verið að klæði einhvern veginn, hann er allir að vera svona temmilega sáttir einhvern veginn við svona sína útgáfu af... Já, það kannski vantar einhverja feminista í leikhúsi til þess að taka þessa sögu nú eins og Sölkuvölk og það er nú búið að vera að gera Sölkuvölk eins og í Borgarleikhúsinu nýlega, það er búið að gera svo margar uppfæslur af henni, sko. Já, þetta er ólega spennandi umræða. Við skulum fá íslensku kennara Ég er með helgispjall á morgun við Einar Kárásson og við ræðum aðeins Laxness. Já.
Já. Það sem hann segir. Já, fáðu eitt stykki íslensku kennara bara. Já, til þess að tala af hvernig þetta sé bara bókmyndir. Með Íslendingasögurnar líka. Herðu, það hérna, ég fylgir þið með pólitík. Svona íslenski pólitík. Þingin og svona. Það var könnur sem átti svo athygli að ríkisstjórnin nýtur svona ágæti stuðnings en stjórnarandstaðan bara fæstir þólan einhvern veginn. Nei, þeir alltaf fóru alveg með þetta með þessu málþófi þarna í sumar. Það voru bara allir komni með ógeð, meira sér þeirra helstu stuðningsmenn voru þetta komið með ógeð á þessu þarna í sumar. Gríman náttúrulega fjall bara mjög harkalega gólfið þegar þú veist, þegar þetta hélt áfram hann í vor. Það bara einhvern veginn, ég held að bara mjög margir hafi áttað sig, sko. Þetta er ótrúlega óvinsæl þjóðfélagshópur stjórnarandstaðan. Já, ég ekki hissa á því það séu bara 12% sem eru ánægð með. Og 70% óánægðir, þetta er bara, ég held að sko Nixon þegar hann flög í burtu frá Hvítahúsinu á þyrlunni, að þá voru 24% stuttan. Hvernig skiptast þessar óvinsældir? Eru það þá ekki líka kannski fylgismenn Sjálfstæðisflokksins sem eru bara hundóánægðir að þeirra menn eru í stjórnarandstöðu og koma ekki í verk þar á leiðandi og kunni ekki annað en að stýra? Það logar allt þar inn í stafnan á milli, sko. Áttum okkur að því, hérna nágrannarnir hérna hliðina á, sko, það er náttúrulega allt bara þar. Hann er að falli komin. Innan hús átökum þannig að maður bara hefur alltaf síðan eins, sko. Já, en ég er ekkert vissum að þú veist þetta þýð eitthvað hrikalega ömulegt fylgi næst að vera kosið, sko, og ég hugsa að fólk fylgir sér alveg samt að baki sínu. Þú hefur trú á upprisu últrahægrisins. Já, ég bara allavega eins og staðan er núna. Þá veit ég ekki hvernig þetta kemur út í kosningum. Snorri Málsson verði kóngurinn í Íslandi svona 2035. Hvað sér ég? Kannski ekki Snorri Málsson verði svona kóngurinn á Íslandi? Nei, ekki 2035. Ég er meira að hugsa svona eitthvað nær okkur. Mér er svo merkilt þetta með miðflokksmenn. Ég verð bara að segja, sko, að hlusta allir á Sigmund Davíð og náttúrulega Snorra og fleiri af þessum mönnum. Við þetta bara, ég næ engu sambandi við bullið við þeim. Ég held þetta eins og segir, þú veist, þetta er leikhús. Sko, ég held þessi ekki að tala við ykkur. Nei, það er bara þessu ekki bull. Það er ekki verið að tala við greindar konur. Ég er ekkert vissum að til dæmis Snorri Másson trúi því endilega sem hann er að segja. Nei, ég meina þetta er bara leikrit, það er einhver bara ásókn í einhver völd eða eitthvað, ég veit ekki hvað það er. Snorri, fyrir 10 árum var Snorri á Twitter að posta myndir af sér í druslugöngunni og þakka Sóleyju Tómasdóttur fyrir að vera svona frábær og eitthvað. En menn mega skipta skoðun. Já, ég bara kaup ekki alveg að hann hefði tekið hennar stöðning. Ekki nefnum að sogast svona rosalega onni eitthvað Andrew Tate. Nei, mér finnst það mjög erfitt að kaupa. Eða hvað sem Jordan Peterson eitthvað. Kannski lenti hann í svart niðursóginu. Nei, ég held að þetta sé kalkulerað. Sko. Ég bara skil þetta ekki. Þetta er bara viljin til valds. Þetta er bara þessi vilji, ég ætla að fá völd og ég ætla að verða stæstur, ég ætla að verða leiðtogi. Komur í frambúð sem var að forma í flokknum. Jú, er það ekki leiðin í ráðherrastólinu? Jú, og leiðin í ráðherrastólinu og leiðin til að ná völdum í samfélaginu. Þetta er stundu sagt Trump, sko. Það er ekki svona hafið þessar skoðanir. Þetta er bara það farvegu sem hann til að vera nauðsynlegt að fara til þess að halda völdum. Já, og til þess að gleymast ekki. Það er mjög fyndið þetta með þetta varaformannsembætti. Það var náttúrulega lagt niður af því að það ætlaði einhver kona upp á dekk hérna sín tíma. Vigdís Hauksdóttir ætlaði að vera varaformaður, það bara lögðu þið niður varaformstöðuna í flokknum svo hún kemst ekki af. Þeir vilja hafa kalla. Já, það er alltaf alveg. Það verður áhugavert að vita hvað... Ekki kynjakvóti þarna. Nei, það verður áhugavert að vita hvað gerist í borginni, sko. Það er núna komið einhver orðramur það að hún ætla aftur fram í borginni. Fyrir miðflokkinn. Já, hún er náttúrulega það rönda, sko. Eigið þið börn á leikskólaaldri? Nei, grunnskóla. Þannig að við ræðum þá kannski ekki við tillögu Reykjavíkurborgar að stytta vistunartíma barna og auka gjaldtöku. Ég er alveg til að segja mína skoðun sem er bara, þú veist, að þetta er, þú veist, óleysanlegt vandamál vegna þess að við bara vinnum svo mikið að börnin þurfa vistun. Þú veist, það er einhverju tölun það hvað Íslendingar vinna marga klukktímar á viku og það er bara of mikið. Þess vegna þurfa börnin langa vistun. Það er algjört vesen, svo borgum við náttúrulega bara ömulega illa borgað. Ég vinni á leikskóla sjálf og náttúrulega 8 börn á leikskóla. Þetta er bara, já,
ofboðslega mikil ábyrgð, ofboðslega mikil álag, oft á tíðum, náttúrulega brjálæðislega skemmtilegt, en bara mjög erfitt starf. Ég held að flestir myndu vilja að stytta. Já, ég held það. Ég held að allir myndu skemur. En það er ekki þeirra valdi, af því að fólk bara þarf að hafa í svo á. Þannig að vandamáli þar, á vinnumarkanum. Og svo einhvern veginn endar þetta sem leikskóla vandamáli. Þetta er ekki leikskóla vandamál. Þetta er samfélagsvandamál. Þetta er samfélagsvandamál það hvernig við skipuleggjum vinnuna. Og þetta koma til móts við líka fólk sem að stofna fjölskyldur og allt þetta að foreldrar fái meiri tíma til að vera með börnunum sínum. En umræðan er bara alls ekki þar. Nei, hún er ekki þar. Við náttúrulega horfum fram að það þurfa tvær manneskjur að vinna ríflega fullan vinnudag til þess að bara það sé lifandi hérna í þessu samfélagi. Það náttúrulega breytist þetta ekki. Og svo mannekla á leikskólanum og svo eru samgöngunar eins og þær eru. Þannig að þú þarft að keyra og sækja barnið. Já, svo náttúrulega fara ekki pláss í hverfinu þínu. En svo ég sammála því að Þórdís, ég vann einu sinni á leikskóla. Þetta er erfiðasta, skemmtilegasta og verst launað vinna sem ég vunnið ævina. Og þú veist, það er hræðilegt og það er náttúrulega eins með, ég meina það er náttúrulega bara alltaf gamla góða sagan að peningar skipta, eða fólk skipti minnamál peningar. Ef þú ert að hugsa fólk þá farðu skítalögn en ef þú ert að hugsa peninga þá farðu hærri laun. Og þetta er náttúrulega líka bara, þetta er náttúrulega það sem þarf að breytast fyrst og fremst. Við erum bara að breyta gildismati samfélagsins. Þetta er svo mikil kerfisvandamál og til dæmis þetta af hverju þarf fólk að vinna svona rosalega langa vinnudag og hafa svona mikla tekjur hjón. Til að fara í bónus og kaupa í matinn. Það er ekki bara bónus, það er náttúrulega eru húsnæðismálin. Það eru þau fyrst og fremst sem eru að sliga fólk og þetta lánakerfi. Já, og þessi vaxtastefna. Það er náttúrulega ástæða fyrir peningarnir fara eitthvað til ykkurs. Það er eitthvað sem að færi peningana. Það er eitthvað sem að vill ekki borga hærri laun. Það er eitthvað álfur í þessu. Já, ég menna svo náttúrulega bara búi við eitthvað lat og gjaldmiðil sem náttúrulega bara er algjörlega óþólandi og náttúrulega ástæðan fyrir því að ég veit að þú ert mjög líklega ekki sammála með Gunnar Smári en ég menna, ég vil að Ísland gangi í Evrópusambandið hreinlega til þess að við getum leiðrétt þetta bara að fá hérna gjaldmiðil sem er funksjónal. Þetta er náttúrulega algjörlega óþolandi. Ég flutti í Evrópusambandi af því ég gat ekki búið hérna lengur. Ég treysti mér ekki til þess að vera hérna og geta mig valla hreyft af því að ég er komin á eftirlaun og öll lán eru svo dýra ef ég færi að taka eitthvað lán til þess að bara hafa það aðeins betra með íbúðamál og svona. Ég var komin í 48 fermetra íbúð og hún var ágætt en ég vildi aðeins hafa vinnuaðstöð og svona. Nei, þá bara er þetta þannig að öll eftirlaun fara bara í að borga af lánunum og þá er ekkert eftir sko. Og það saman þá í hvað enda þú ert, þú veist, þú ert að koma að gera stað með fjölskyldu eða þú ert komin á eftirlaun. Þetta er bara alveg einhvern veginn algjört. Og þetta eru lánamálin, þetta eru peningamálin í þjóðfélaginu og þetta er íslenski gjaldmiðlinn að hvað sem hver segir. Ég er 25 ára dóttur sem að, þú veist, við erum bara orðin algjörlega desperat af því að við bara sjáum ekki fram á hvernig hún komist inn á húsnæðismarkaðinn og ekki viljum við að hún fara að leigja. Nei. Þá myndir náttúrulega bara allir peningarnir og hún er ennþá í skóla þannig að hún fær að vera heima og það er bara yndislegt allt það. En ég meina, það er álag. Já. Það er álag að vera 25 ára fyrir að búa heima þessu. Og það er líka álag fyrir okkur að vera með 25 ára manneskinu á heimilinu. Þó það sé yndislegt. En er þetta þannig að... Þetta er bara, þú veist, eina leiðin... Við vorum meiri sem farin að skoða hvort að við getum bara keypt aðra íbúð. Já. Þið flytta heimann. Þið myndu flytta heimann. Já, við myndum að flytja heimann. Hún er bara þetta frá fleirum. Og við fórum að skoða það og það gekk samt ekki heldur upp þó að við séum með alveg nægt eitthvað veðrými og eitthvað bla 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 út af einhverjum asnalegum reglum eitthvað, ég get ekki nenni ekki að fara út í það, en þú veist, þá var það einhverja reglur að það mætti ekki vera nema eitthvað x mikið veðrými, eitthvað, þú veist, að þetta er önnur eitthvað svona algjört bull. Þú veist, við gætum alveg keypt aðra íbúð, þú veist, bara við myndum ráða við það og hún myndi svo bara taka við að borga lánunum frekar þá að vera að borga einhvern lánum frekar heldur en að fara þá út í bæ að leigja eitthvað staðar
ykkur að skýta hann Þetta hljómar bara eins og þið myndu kaupa íbúð og leigja henni. Í raun og veru, já. Það er okkur með það ekki. Það er bara, þú veist, ég nenni ekki að fara út í það, En markaðin er einhverju gíslingu peningamanna. Já. Það er nú það. Hverjir eru það sem kaupa íbúður í dag? Það er eitthvað fólk sem á fullt af peningum sem kaupir bara 10 íbúð til að leigja út eða fara í ferðamennskuna, sko. Þannig að bara eða bara leigja ungu fólki sem hefur ekki efna á að kaupa á okurverði, sko. Og svo er þetta satt, er það þannig að ef fólk ætlar að kaupa sér íbúð á Íslandi í dag þá þarf það að eiga 25% af verði íbúðan til að geta fengið vera lánsa í útborgun til að geta fengið hvað heitir þetta láns vera láns, hvað heitir það sækjum 25% ef það er ekki fyrsta íbúð 20% ef það er fyrsta íbúð já, og þá til þess að það getur bara yfirleitt sóttum eða fengið lán í sko greiðslumöt byrja að tala um þessi greiðslumöt það er nú annað og svo lendir fólk bara í fátæktargildru þegar það er á leigumarkaði. Það er nefnilega og kemst aldrei úr. Og svo þegar núna er ekki hægt að lækka vexti og Kristrún Frostadóttir kemur og segir að það sé bara að þetta sé aðeins svona flókið og hvað er það sem er svona flókið? Af hverju getum við ekki haft sömu lánakjör hér og á Norðurlöndunum? Þannig að fólk ungt, til dæmis þess að bara, ég meina, ég er að kaupa íbúð í Svíþjóð og ég þarf ekki að borga nema, nú er það búið að lækka vextina þar aftur og voru komnir upp í 4%, en nú eru þeir komnir núna í 2,5%, sko. Ég meina, vextir af húsnæðislánum og þú borgar íbúðina niður en ekki upp. Nei, með það er bara þessi verðtrygging hér sem allt dreppur af því að það var, þetta kom einhver smá gluggi sem var yndislegur þar sem að maður gat verið að tekið sérst óverðtryggt lán þar sem að var þá að borga húsið niður en ekki upp en svo bara leið og það breytist aftur þá bara voru fáir sem að réðu við annað en að breyta aftur verðtryggingu. En það er aldrei skrítið í þessu íslenska samfélagi að ég er búin að vera á þessum húsnæðismarkaði núna í svona 40 ár og það hefur ekkert breyst til batnar í þessu. Þetta er hver einasta kynslóð þarf að gangi gegnum þetta í sig helvíti. Já, og alltaf verra. Já. Þetta látum við verða að loka orðinu þettirum. Fyrir með þessi skilabóð í helginu. Hessar út í helgina stelpur. Já. Hallveig, Gagga, Þórdís og Hlín, kæra þakkir fyrir hjálpina og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég með sem hafi verið að horfa og hlusta og breyta þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Minni á að þið hafi byggt upp dreifikerfi samstöðunar bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér. Og þá finnur fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpssveitum. Við erum í útvarpinu á 89,1 á FM. Það má líka sækja þær útvarpssetningar á spilarann, spilari.is er á netinu, svo er spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðinu og allar í þeirra útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Það er nú með 5 af fjarstýringunum. Við erum líka komin á kabalkerfi hérna suður með sjó og kannski ég veit ekki, menn önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhrings 7 daga í vikunnar allan ársins hring. Samfélagsumræði við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að drífur samstöðun áfram með sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifundur. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðu.is, þann hnappur sem ástendur áskrift, það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinu sem er 2.750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem er kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Hérna eins og ég sagði rétt ráðan að þá verður helgispjall á morgun klukkan 9 á laugardagsmorgni, þá kemur Einar Kárason hérna og svo verður helgadagskráin framundan. Ég þakka fyrir í kvöld og sko góðar helgar.